Yeah. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya. Velkomnir í þátt 12, strákar. Ármann, þú fyrir að vera hérna þangað til að Grindavík tapar leik. Já. Efstir, einir í deildinni, glemum ekki með það. Takk fyrir það. Tómi, velkomin tilbaka frá Bandaríkjunum. Takk fyrir. Hvernig var? Það var bara mjög fínt, en 6 dagar í Bandaríkjunum er alltaf stutt í rauninni. Ég held að það hafi verið 16. Nei, ég var bara í tæpa viku. Ok. Hvað gerðu? Gerðu eitthvað skemmtilegt? Nei, ég fór í verslaði föt og fór í eitt brúðkaup sem ég skemmti mér ekkert sérstaklega í. Af hverju? Þetta er eitthvað mormónabrúðkaup? Nei, bara eitthvað svona, ég þekki engan og allir eru að tala ensku, skilurðu. Já, og þú náttúrulega bara kannt ekki ensku eða hvað? Jú, maður er samt alltaf aðeins styrðari. Maður er ekki alveg jafn sniður á ensku. Menn Maður er á skilur ekki Íslandi. brandarana. Já. Við erum hérna í Myntkaup Arena, búið að vera smá downfall í Bitcoin og svona, en það er bara, þá þarf að kaupa það ekki? Er það ekki alltaf þannig? Ég hef ekki hundsvit á þessu. We buy low. Ég veit bara, ég er búin að bíða spenntur eftir að hitta Tómas Steindors alla vikuna. Já. Allir búin að tala um hvað Tommi er skemmtilegur og svo hitti ég hann aðeins hérna fyrir þátt og þetta er drullusokkur. Never meet your idol. Hvað var hann drullusokast? Nei, þetta var bara svona vonbrigði. Never meet your hero, dæmi. Já. En við gerum eitthvað gott úr þessu. Við náttúrulega höfum sko háð baráttu inn á allar. Afturölding Sindri Já. 2013 og sem Afturölding vann. Þannig að það situr tóttu í Við ármanni. tókum 2 leiki, við unnum annan, Já, við unnum seinnileikin. Já. Einmitt. Það var þannig. Afturölding Sindri. Hver var í Sindra? Varst þú í Sindra? Já. Hvað varst að gera þar? Ég bara þurfti eitthvað breytingu í mínu lífi og Nei, þetta var sko í rauninu áður en sko Sindri fór að sækja bara 4 erlenda. Var þetta Eða með, 6 þegar erlenda. Arnar Guðjóns var í liðinu og Skúli eða? Nei, Nei, þetta var bara Brói, Já. Jacobi, hann fekk mig. Já. Ármann Vilbergs, Alli Dungal. Það var svona festan. Alexander Dungal sem spilaði með mér? Já, Var þetta í fyrstu deild eða? Já, annari. annari. Hvað, já, andskotanum voru að gera í annari deild Ég- á Höfn með Ég Alla var með þarna, ég ætlaði að fara og ég ætlaði að vera þvílík hetja, skora 50 stíð leik. Fattaðu þarna, ég get ekkert búið til skot sjálfur. Þannig að þetta var svona reality check fyrir mig að ég þarf bara að þrífast á einhverjum öðrum leikmönnum, ég er ekki að fara að gera henni í Sindra. Þú þurftur að fara langt til að fá reality. Nei, mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt. En þetta Setja var sér smá nefnilega sko Skúli Ingibergur var þetta með afturöldingu sko. Já, var hann sóttur eftir þetta? Já, á í Höfn, rauninni, já, að það fer hann aftur á Höfn í rauninni. Já, áhugavert. Við förum nú aðeins í fyrstdeildinu eftir. Það er svona komið svona smá mengi, ekki mikið, 3 leiki búnir og 4 umferðir búnar í bónusdeildinni. Bikar svo sem líka, þannig að svona við sjáum svona, það er smá svona power rank stemning. Hérna, hvað ætlum við að gera? Við ætlum að kynna nýjan spons sem að ég er með á borðinu sem er Club Mate. Og hérna, þið ætlum bara að smakka þetta fyrir mig. Já, Ég er með glöðs tilbúin. vá. Og það er náttúrulega bannað að segja að þetta sé ekki gott, sko. Af því að hérna, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað te, góste. Og þetta inniheldur nafnið mitt, þannig að það er bara svona, meikar ekki sens að þetta sé ekki hérna. Já, þetta Ég gaf er samt alveg. að drekka þetta eitthvað svona klaka með sítrónu og eitthvað, en þið bara sötrið þetta. Ég ætla að drekka þetta bara úr flösku. Jú, þetta er 10 á 10. Já, einmitt. Og er ég að stela línu þinni eða? Nei, ég var ekki að fara að þangað. Heyrðu, við mælum með þessu, ekkert eðlilega gott og það er koffín í þessu. Við ætlum að fara beint í overreaction. Það er eiginlega skemmtilegast sem ég ger. Það er að vera svolítið æstur eftir eins og síðust umferð. Það sem að ég basically ekkert gekk upp af því sem að við vorum að spá og spekula hérna í síðustu viku. Ég man ekki hverju voru með mér, Steinar eða eitthvað. Og Halli. Þú sagðir að þetta er leiðileg umferð. Heyrðu, djúvill var þetta svona leiðileg umferð fyrir þá sem voru að betta á hana. Það var uppsett eiginlega allstaðar. Og meira að segja sko var uppsett hjá, þú veist, Keflavík unnu með 12 skilur en línan var 13 skilur. Þú veist, þetta var ekkert uppsett þar en menn voru ekki að svona kofera línur. Það fór illa hjá mörgum. Þetta fór rosa, já. Veit maður. En hérna,
en alls ekki leiðileg umferð fyrir áhorfendur. Hérna, fáum bara overreactionið sem ég ætla að henda hérna framan í ykkur. Þetta sko, ég búinn að vera svolítið svona að fá feedback frá fólki. Bara svona komið með eitthvað overreaction. Ég heyri í einhverjum bara svona kottu með eitthvað eitt sturlað bara eftir þetta. Bara sem að, þannig að þetta eiginlega ekkert ég sem bara að setja þetta saman. Já. Ég fáið úr einhverjum áttum og pikk upp það sem að mér finnst bara svona, wow, já, mögulega, þetta er sick. Það ritstjórnar teymi. Þannig að ég ætla að henda þessu bara skjáin til ykkar og lesa þetta upp og hérna, margir sem að hlusta, þannig að ég alltaf beðinn um að lesa þetta upp því að sjá þetta ekki allir. Einar, hendi þessu upp á skjáin fyrir mig. Sko, ég áreindar fyrsta og þetta er náttúrulega bara ég að vera bitur fyrir þjálfari Hauka sem að missir Hilmar Hennings úr liðinu. En þetta stjörnulið án Hilmars, þetta er bara eitthvað meðalið. Já, ég er alveg sammála því. Jú. Ég er ekki sammála. Þú veist, þetta er ekki bara að vantar Hilmar. Ægir hefur nú verið voðalega lítið með. Já. Þá eru þau meðalið án Hilmars og Ægis. Já. En ef Ægir er 100% topp 3 lið. Vantar bara Ægi núna í lið. Já. Það vantaði náttúrulega ekki á móti Keflavík þegar þeir töpuðu með 20. Nei. Ég svo voru í sétleik, voru með 0 stig á bekk og 18% tryggjastanýtingu. Það var helvíti erfitt að vinna leiki, sko. Já. Þeir spila samt. Já. Þannig að þú ert ósammála þessu. Ég er ósammála því að þeir séu meðalið án Ok, þeir eru topp 3. Þegar Ægir kemur inn, bara eins og þeir eru topp 3 lið. Já. Ok. Ármann? Slefi þriðja, já, kannski. Topp 3 lið? Já. Ok. Hérna, sko, næsta take. Já, hann ekki. Sko, IA eru komnir með serbneskan point guard á bara bekkinn hjá sér. Við veitum í hvort hann spila á morgun. Lucien, sem hefur verið þarna upp á Skaga í nokkur ár og búin að vera seigur. Já. En þú veist, ég hef talað um það frá því 1. júlí að hann sé ekki nógu góður. En einmitt eitthvað svona seigur í fyrstu tildinni. Já. Það er rosalega mikill munur á henni og vera svo eitthvað í þeirri efstu. Já, 100%. Og ég náttúrulega bara svona, ég styð það alveg að þeir séu að taka betri leikmann. En sko, málið er að eins og sko, þeir eru hálfsbreytt frá því að vera 3-1 sko. Já. En þeir hefðu unnið hennan Njarðvíkurleik heima. Og hérna, þú veist, einhvern veginn bara svona fallbissu, hvað segir maður? Fóður í augum flestra hérna fyrir season. Já, menn þeir eru búin að vinna. Eru þeir 2-2? Þeir eru búin að vinna einum leik meira en ég held að það myndi gera allt tímabilið. Já, og þeir eru þvílíkt svona ræting einhvern veginn nýliðar og mikil stemning og nafnina klifur upp einhvern fyndinu vegg og eitthvað svona upp á Skaga. Og, það er ekki alveg skrítið þegar það gengur svona vel og það er svona gott væp í liðinu að skipta. Því akkurat núna þá myndi ég segja að IA gæti bara verið svona black horse inn í 7. og 8. sæti. Já. Já, þeir eru með báðir bossmanni, þeir eru ógeðslega góðir. En ég skil alveg, hann sagði í viðtalið þjálfarinn að honum fannst vanta betri leikstjórn á liðið og þá líka, ef hann er góður þessi Serbi, þá getur hann tekið svolítið ábyrgðina af hinum bossmannum, mér finnst hann vera svolítið þreyttur fljótt og hann þarf svolítið að taka boltan upp. Þannig að ég held að þetta var alltaf must move að gera þetta sko, hjá þeim. En ég verð að gefa IA það, svo það er KR IA á morgun. Ég er 0 spenntur svo KR, en ég er mjög spenntur fyrir þessu leik, bara því mér finnst IA svo mikið krydd í tilveruna. Sko. Ég er ógeðslega gaman að þeim. Það eru svolítið öðruvísi líka, bara, svona, hvernig þeir eru að spila. Já, ég er bara svona, það verður bara gaman að sjá hvernig hann er. Sko. Ef hann ætlar að taka eitthvað mikið til sín og ætlar að skjóta þetta alltaf mikið og kannski að það var Sutsum og Covert fá færri touch, þá er þetta ekki gott sko. En ef þetta er bara einhver algjör, bara pass first meistari og spila síðan vörn, þá held ég að þetta gæti ekkert eitthvað, gert þetta verra sko. Ég er eiginlega hræddar um nýja íþróttahúsið sko. Já. En það fóru þeir ekki í hann strax? Nei, þú veist, það verður allavega að byrja að tapa heimaleik áður en...
En þetta eru nýliðar, þeir eru að fara að skipta leikstjórnanda og þeir eru að fara að skipta íþróttahús. Bara svona, þetta er alveg, Maður sá nú eins og það gengur vel, sko. í fótboltanum í sumar, þegar IR voru á toppnum í lengjudeildinni og svo bæta er við sig, alltaf bæta í hópinn, 4-5. Þá fer allt í raskat, sko. Þannig að stundum er ekkert betra að bæta við góðum gaurum. Það er ekkert alltaf þannig. Nei, svo líka bara Lucien. Hann stóð sér fínt í síðasta leik, Já, spila vörn. það er svona gott, ég er svona aðalega bara að spá í væpinu, þú veist. Bara svona að það er, þeir eru með einhverja 5 gauraðna sem komast ekki í 12 manna hóp og eru samt bara eitthvað sveiflandi handklæðið þarna að fagna, bara alls konar fyndir gaurar. Og Hann var nú alveg að sveifla handklæðanum þessi Serbi. Já. Og hann hefði gefið í búning, sko. Þannig að það var alltaf stemning. Ég hugsaði með mér í orðið sérleik, hvaða hálfvit er þetta á endan? Já, ég veit. Svo hann að gefa Helgi eitthvað 5, Haukur alveg 0 að nenni einhverju svona jólasvein, sko. Já, ætli þeir þekkist ekki? Jó, hann lítur að vera. Þeir hafa örugglega verið einhverjum svona Adidas camps undir 16 ára herbergisfélag. En svo með hvað hann var aktífur og mikil jólasvein, það er mjög fróðilegt að sjá hvernig hann er svona á vellinu. Þessi einhver toppmaður. Já, líka bara, er þetta einhver flauturuglaður spilari, sko? Hann er náttúrulega, spilar ekki við sefnarsk landslið nema þessi gæða leikmaður, sko? Ég ætla að segja það. Þeir eru nú ekki þekktir fyrir að vera eitthvað. Unglingalandslið eitthvað. Hann á alhansleiki. Hann á alhansleiki, sko. Þá lítur hann bara að vera alltaf góður eða hvað. Ég menn voru svona að tala um ef hann hefði verið með á EM og Jokic hefði þá fengið þjónustu. Vonandi er hann með á morgun. Ég ætla að fara á leikinn á morgun og ég vona að hann verði með. Mér langar að sjá, ég er mjög forvitinn, ég er mjög sammálaður. Ég er ekkert eitthvað deyju spennuð að sjá KR at this point, sko. En mér langar að sjá Akranesliðið með berum augum. Já, þetta er bara kryddið tilraunir, sko. Svo ég sagði nú að Kani var besti Kani sem nokkuð að spila á Íslandi. Ég var nú aðeins að bakka með það. En ég ætla ekki að hoppa á vagnin strax. Hann er alveg brutally out of shape. Já. Bara ekki leyfa honum að vera á Galito öll kvöld að fá sér að borða. Hvar á hann að vera þá? Já, bara einhver heimamatseld einhvers staðar, bara salat og með langar að sjá hann að gaur í betra standi. Já. En sumir eru samt bara eins og Glover, Sean Glover sem var hérna. Og ég nefndi Zach Randolph í síðustu viku. Já. Þú veist, hann er með þessa Sean Glover holningu, svona smá mjúkur, fattar það bara eins og þetta sé ennþá einhver barnafitta. Já, þú veist, bara leikmenn hafa spilað í NBA með þessa holningu. Já, hann er kannski svona full mikil holning. Aðeins svo mikil holning kannski. En bara aðeins að koma sér aðeins betra stand og líka bossmann þeirra sem er, ég gleymi alltaf hvað hann heitir, hann er orðinn svolítið þreyttur fljótt, hann er alltaf beðandi skiptingu. Bakkarinn. Hann er góður. Króatíski bakkarinn. Já. En maður sér samt, sko, þú veist, það er alltaf lægi að vera með eitthvað aðeins utan á sér, sko, eins og Covert. En maður sá það, sko, sérstaklega eins og í fyrstu leikjunum. Það var bara svona allir rosalega hægur að snúa sér við og allt það. Það er eiginlega til meira, sko. Nei, þetta er bara feitur með gæði. Já, styrður einhvern veginn og svona, en hleypur sér bara vonandi í form. Fíla attitúti í honum, en svona, þetta er töffari, sko. Já, og einmitt með gæði. Já. Heyrðu, já, þannig að við bara vitum ekki. Við erum svona allir sammála með að þetta þurfti að gerast og ef að kemistriðið fokkast aðeins upp þá bara samt er betri leikmaður þarna komin inn Þeir hljóta 100% að vera með betri leikmann alltaf í höndunum. Okay. Já, hann virðist ekkert alltaf að fara að skemma eitthvað kemistri þessi náungi, sko. Svo er náttúrulega ekki utanvallar. Ég að sé að, sko, IA eru líka bara einhverju leiti að bíða eftir, sko, gamla góða ríkisborgararéttinum fyrir Lucien. En þá aftur, það er þá bara sama regla á með Everage, það er þá, hann er búinn að spila sem útlendingur núna, þannig að það er þá bara fyrir næsta ár. Okay. En verður þetta ekki samt, hann fyrstu 2-3 leikina, ég er utan hóps, fer hann svo ekki að verða pirraður á þessu? Lucien? Já. Ég held bara að Lucien haldi áfram að þjálfa þarna og bara, þeir ættu bara að taka hann í skallagrímið eitthvað, sko. Eða eitthvað svona. Nei, verður hann ekki bara að þjálfa þarna á Skaganum og bara býður. Fullt af liðum sem að gætu alveg nota hann í fyrstu. Já, hann er samt einhvern veginn ekki að fara að vera að þjálfa upp á Skaga. Og keyri við borgarnas. Jú, kannski þá, þú veist, þá er það bara skallagrímur. Skallagrímur eru hvað 0-3? Já, hann er ekki að fara í Selfoss, fattar þau? Akkurru? Það er bara alltaf langt að keyra. Mæti bara leiki, gamla góða, mæti bara leiki. Ég hef reynt það virkar ekki. Hvað, á hann að læra kerfin í Skallagrím? Hefur séð Skallagrím að spila? Nei, ég er ekkert að tala um það, ég er bara að tala um að Lucien
svona stræka mig sem, að þú veist, það er ekkert það mikill metnaður, hann ætla bara ógeðslega mikið að finna eitthvað annað lið í fyrstu deildinni til þess að gera eitthvað. Ef ég var í bænum að þú veist, þetta er bara alltaf mikið vesen. Ef ég var í hans stöðu, ég væri örugglega svolítið grófur á æfingum. Aðeins að meiða í hingöri. Sérstaklega ég myndi vita að vera tæpur og væri að banka í hann einhvers staðar. Það er ekki nema einn að meiða og þá er hann bara komin aftur í hóp, sko. Já, við sjáum til, þetta eru stóru málin, hvað gerist við Lúsíðan upp á Skaga, gott að eyða 17 mínútum í það. Hérna, Þór Þorlákshöfn, þeir eru bara að fara að falla. Já. Þetta er kannski ekkert overreaction, þeir voru nálægt í þarna á móti í Val, Emil Karel með 20 stig, Ég segi það. Emil Karel 20 stig, Jacobi Ross, Purana Sjó, tapar samt, Já. Nú heima. Dálítið svona einna af 3 svona leikjum Emil Karels á tímabilinu er búinn, skilurðu. Já. Hann tekur kannski 2 í viðbót þar sem hann er með 15-20 stig. Þannig að þeir hefðu þurft að taka þetta og láta það telja, sko. En ég var náttúrulega mættur hérna í júlí og segja að þeir myndi falla. Já. Og ég held að þetta sé... Ég sagði að þeir kemur til play-offs. Já, hún nefnilega sagði það. Ármann og Þór eru langlíklegastir að fara niður núna. En það var eitt sem að ég verði að gefa Mér. fyrsta skiptið, allan í síðasta leikinu, við sá einhvern liðsbrag á Þór Þorlákshöfn. Og svona, já, þeir voru eitthvað búnir að vinna í sínum málum. Ég meina, Lalli, þú veist, mjög vinsælt núna hjá öllum aumingjum sem er ekki í starfi, eins og mér og slíkum. Þú myndir rífa þetta Þórslið upp, held ég. Já, ég held það líka. En, nei, ég ætla að segja, sko, ég er samt síðastir sem ætlar að enda og ég ætla að verja Lalla með þetta. Þetta eru 4 nýjir útlendingar. Auðvitað tekur tíma að búa til liðs. Það er ekki vandamálið. Hvað? Rest er vandamálið hjá Þór. Emil Karel... Eru þeir verri heldur en Íslendingarnir upp á Skaga, eða? Þú gætir ekki nefnt mér 3 íslenska leikmann upp á Skaga. Ég myndi halda að það eru 4 leikir búnir. Já, ég held samt að Styrmir væri örugglega bestur af Íslendingunum í þessum 2 liðum. Nei, Staðan er núna. Styrmir er bara svona göstlari. Já, hvað eru hinir bara, það er ekki 2014, sko. Emil Karel og Dabbi Kóngur eru bara 30. Þeir eru 30 ára gaurar, það er ekki eins og þessi ferð. Já, þeir eru með marga mílur á bakkinu. Það skiptir einhver. Jú. Já, við köllum það reynslu þegar við tölum mönnulið. Það sem skiptir bara, sko, mínútu fyrir spilaður, skiptir rosalega miklu máli. Heyrðu, bara gun to your head, 1. september, Emil Karel og Dabbi Kóngur eða Styrmir Jónasson og Kristófer Gíslason. Og þú hefði bara tekið Skagagaurana. Já, ferskari. Ég tæki á líka. Skagagaurana. Þið getið sagt það núna þegar þeir eru búin að vera ferskari. En það er bara kjaftaði. Nei, Emil Karel var hættur í körfubolta. 20 stig. Já, einn af svona 3 sem hann mun taka. Já, hversu oft mun Kristófer Gíslason skora 20 stig í vetur. Það þarf það sikkert. Þeir eru ekki vandamálið. Útlendingarnir eru vandamálið. Þeir eru 4 gaurar sem spila 160 mínútur í leik. Það skiptir engu máli hvaða 50 gaurar út í horni með þeim að berjast. Þetta skiptir að miklu máli. 7., 8. Skilurðu? Við erum kannski rótur á 8 leikmannum. Við erum sammála að Lúsíðan sé ekki nóg góður, eða ekki? Já. Ok. Þetta eru 3 góðir útlendingar í Skaganum og þeir eru næstu búin að vinna 3 leiki. Og hinir berjast með. En þá en þú veist hvað, heldur að Lalli bara eftir að gela þetta saman, skilurðu? Er það ástæðan þeir eru að tapa því þeir kunni ekki kerfið sér nógu vel eða þetta sé ekki nógu smurt, eða? Ég held að gríski miðherinn sé ekki nógu góður. Hann er allt og þungur og klaufskur. Já. Og ég held að Jacobi Ross og þessi Brassi séu alveg nógu góður. Rafael eitthvað. Já. Ég sammála því. En mér finnst Lazar Lukic eða hvað hann heitir. Allt í lagi, ekki gott. Ég held að skipta út þessum miðherja og þeir eru ekki verri heldur en KR, Ármann, Skaginn, mögulega, þú veist, eitthvað Stjarnan at this point, sko. Hvað? Þú ert líka með, já, sko, þeir ætla að hafa gert það áður. Eftir að þeir eru Íslandsmeistarar fóru þarna í Evrópukeppnina og svo töpuðu bara fyrstu 5 leikjunum eða eitthvað. Þá hreinsuðu bara allt út, minnum mig. Já, og í fyrra líka. Já. Fóru í gegnum 2 sinnum bara örugglega heilan rostar, sko. Já, þannig að það geti bjargað þeim. En, já. Punkturinn sem ég ætlaði að grípa var að þetta var í fyrsta sinn sem við sáum eitthvað liðsbrag og liðsbolta og ég ætlaði bara að grípa þann punkt og segja
það er ekki skrítið þegar þú ert með 4 nýja útlendinga, fattar mig. Er ekki alltaf 4 nýjir útlendingar í öllum liðum, skilur? Það er ekki allavega 3. En það er bara íslenska liðin, sko. Nei, ekki, það er... Haukaliðin sem þú varst með, þetta var alltaf bara glæði lið. Já, það er líka fátækt fucking lið, alveg eins og Þorlákshöfn. Hvað eru margir nýjir útlendingar í Tindastól? Einn og 4 sem hafa verið. Grindavík, eða 2 með Shabazz. Já, en rest bara... Allir hafa verið þarna. Njarðvík, nákvæmlega sama. Álftanes með Okeki áfram, það er continuation. Og svo er líka, þú veist, í þessum betri liðum deildarinnar, það eru Íslendingar sem skipta einhverju máli. Það er ekki 4 útlendingar sem að koma inn og þurfa að gera allt. Það skiptir ekki öllu máli. Það er nefnilega vandamálið hjá Þór Þorláksson. Þeir eru ekki með hennar Íslendinga af bekknum. Það skiptir ekki máli. Ef að útlendingarnir 4 væru bara úr efstu hillu, bara góðir, þá skiptir þetta ekki máli. Þetta er það þannig. Ef við fengjum bara ógeðslega góða útlendinga, myndum við bara vinna þessa deild, fattar þau? Já, þeir myndi allavega að vinna 1-2 leiki. En vandamálið sem hjá Þór núna er það að IA eru bara miklu betri en við heldum að það væru. Hinliðin, þau eru öll betri en Þór, skilur. Já. Þór er ekki að fara að ná neinum, nema kannski IA, fattar þau? En þau mun aldrei ná hinum liðunum. Liðið fyrir ofan þá er Stjarnan, skilur. Ætli þeir vinni ekki bara Keflavík? Nei, ég held ekki. Tapum með 7. Tapum með 7, ok. Já, ég hugsa þetta líka. En þeir falla, þeir eru á því að þeir falla. Já, eins og staðan er núna. Já, þeir falla ekki. Ok. Það, ég bara... Hver er falla þá? Skaginn, fellur. Ok. Eða bara eitthvað annað lið. Nei, það er nefnilega ekkert annað lið að fara að falla. Já. Nei. Ekki? Alls ekki. KR eru konum með 3 sigra. Heppnir með prógram. Að vinna bæði Ármann og Þór. Hinliðin, hvað er það? IR kannski? Já, ég hugsaði IR, en IR er að mjatla stigum. Já. Þannig að, þú veist... 3 leiki, 3 sigrar eru samt ekki neitt, sko. Eitthvað svona þessu... Nei, það er ekkert safe. Það var að byrja, einhvern tíma byrjuðu þeir nú hvað 0-8, sko, þegar þeir fengu Vinni Shahid svo inn. Þór? Já, þeir byrjuðu 0-8, sko. Það var hann held ég eftir. Þeir enduðu í 4. úrslitum í 8 leik. Já, og þú veist, þeir munu mögulega bjarga sér þannig með því að reynsa út 2 erlenda leikmenn og fá 2 nýja. Já. Sko mögulega. En eins og staðin er núna... Ég finnst þetta Þórsarar, eins og Heiðarsnær, ættu að hætta að grenja og fara að safna fyrir bara nýjum útlending, sko. Já. Þeir eru með einn besta þjálfaran í deildinni svona síðustu 10 ár. Já. Erum við ekki sammála því? Ég er sammála því. Bara klárlega. Já, þú veist, mér var Þór góður í síðasta leik. Góður liðsbræður og þeir töpuðu á því að Kári var geðveikur. Já. Búker var geðveikur, Lawson var mjög góður og þeir rétt töpuðu. Þeir geta tekið ógeðslega mikið út úr þeim leik. En ég er samt, eins og Tommi segir... Not enough. Nei, liðin sem eru fyrir ofan eru bara... Þau lúkka betur í augnablikinu. Það samt, sástu Grindavík KR, lúkkaði KR... Já, mér finnst þetta KR ekki lúkkaði. Bumbuliði Grindavíkur hann í seinni hálfleik þegar allir voru bara... Þú hefði getað verið skröltandið að nynna með þessu Grindavíkurliði og KR bara töpuðu fyrir þeim. Það er mesta skandal sem ég veit að KR hefði tapað þeim leik. Ég held nefnilega bara, já, KR finnst mér, þú veist, þeir gætu mögulega að fara niður. En þeir voru bara heppnir, skilurðu, að fá stjörnuliði þegar vantaði alla. Já. Það sækja reitt sigur. Þetta telur að vinna síðan Þór. Við erum konum með það. 8 fá Grindavíkurleikin gefist nánast, sko. Já, þú veist, já. Þannig að KR er 3-1. Ég er alltof snemmt til þess að fara að dæma prógram sem að hefur ekki fallið í einhver, ég veit ekki, 10+ ár með þennan þjálfara, þessa stjórn, að dæma þá bara eitthvað að fallna í október, sko. Ég kaupi þetta. Ég gerði það í júlí, reyndar. Vonda þess að þeir eru sko búnir að tapa fyrir Skaganum og KR. Já, það er nú málið. Heyrðu, næsti er frá Hraunari. Ingo Viðguð er besti trúbátur landsins. Ég er Steini Bjarkakall, reyndar sjálfur, en Ingo er aftur. Hann var öflugur á Herrakvöldi Álftanes sem ég fór. Já, þú varst þar? Já, mjög öflugur þar. Gaman? Já, mjög gaman. Ég persónulega er svakalegu píkupoppari, þannig ég er á móti trúbáturum. Já. Ég vil bara DJ og læti, sko. Já, ég líka, ég er sammála því. Næsti punktur,
Sko, þessi Grindavík KR-leikur, þetta er einhver versti körfuboltaleikur sem hefur verið sýndur live television á þessu ári. Á þessu ári. Já. Öruglega sætasti sigur Grindavíkur í einhver ár, sko. Þetta var... Ég sko, Grindavík geta verið bara að hafa unnið þetta. Já. Einhverjum iðnaðar berjast. Það er körfubolta. ótrúlegt. Það var... Sempol og Mortensen eru líka báðið bara með 10 stig. Ég skil ekki hvernig, og KR fekk endalaust af opnum skotum. Já. Þú veist, en málið með bara Grindavík svolítið hérna og Tóti var hræðilegur í þessu leik. Þorvaldur Orri var hræðilegur í þessu leik, sem við erum búin að vera í mörgum leikjum. En það er ótrúlegt að KR hafi ekki unnið þennan leik. Það var á einhverjum tímapunkti sko line-up, bara íslenskt line-up inni á Grindavík. Það var rosalegt lið inn á. Já. Þegar Óli fór niður í 5-una, svo var þetta sko Nökkvi, Arnór, Raggi Braga og Kristoffer Breki. Já. Og það var enginn sem að vildi dribbla boltann. eðlilega. Arnór var að dribbla. Arnór kallinn til að taka boltan upp. Og hann kláraði þessu leikinn, sko. En þá kom hann að possession sem að voru bara... Bara eðlilega vill Maður ekki hefur dribbla. maður hefur kíkt, þú veist, verið að teygja einhvern tímann og þú veist, það var einhver svona old boys æfing eftir á í Kópavogi eða eitthvað. Já. Og það leit betur út, sko. Það var svo góðar, það var bara örgulega 2 sóknir þar sem einhvern veginn Óli Ólaf fær hann á 3 stiga og tekur svona 12 til 14 tjökk niður, sko. Stórfurulegt, sko. En, og hérna, og svona mér hefur fundist KR-kaninn, hvað heitir hann aftur, man það ekki, hann var einhvern veginn fínn á móti Þorlákshöfn, en eftir þennan leik bara, þú veist. Hann var reyna að tjakka Óla niður, bara. Ég get alveg svarð með Tomma og Lópost og reynda að djöfast eitthvað, sko. Hann er alltaf graður, sko, þessi, hann er beint á college. Já. Við erum að reyna að sína svo mikið eitthvað. Hann var svona gaur, þú veist, þið verður bara, Þeir þurfa að skipta svona leik. KR þarf að skipta kanna, bæta við bossmann og láta Þorvald vera 7. mann. Það er mín skoðun. Ég sagði það hérna í ágúst, sko, til að vitna í sjálfan mig, 10. ágúst eða eitthvað, bara einn af fyrstu þáttunum, bara, ok, mér er alveg samaðinn Serba, hann fer ekkert, þú veist, hann er bara ekki nógu góður, hann má alveg vera þarna, en það verða að vera Tóti Turbo, 4 útlendingar, Þorvaldur Orri 7. maður, restin er í KFO að berjast, þú komið bara proper körfuboltalið, en þetta er einhvern veginn, hann rótirar 10 leikmanns alltaf í fyrsta leikluta og Lars og Veigar og Orri Hilmans og allir búnir að fá 5 mínútur. Enginn komin í, kemst í takt einhvern veginn, sko. Ég er svo lítið seldur á. Að því einmitt, sko, 4 útlendingar Tóti Veigar, það er nú bara ágætis lið, sko. Svo bara, já. Svo þessi gaur er líka bara, þú veist, þeir eru bara 23 ára menn, sko. Þetta er svona, þetta er ekki einhver úlingaflokslið, sko. Þeir ættu allir bara að vera núna, bara að vera í præminu þessi gauðir sem þú ert að nefna. Mögulega Lars einn sem er ennþá eitthvað 20 eða eitthvað. Herriði, það er 21. Svo kemur áhugaveru punktur sem er frá mér eftir fréttir dagsins í fótbolta. Birnir Snær sem var að semja í Stjörnunni, talaði um að sé með eitthvað meira en 2 milljónir á mánuði. Hann væri ekki launahæstur í bónusdeild karla. Jú, er það ekki? Það er þá bara Kane. Er það bara Kane? Ég meina, eru einhverju margir að fara yfir $10,000? Ég veit ekki. Nei, að þú veist. Hvað er, ég meina ef að Badmus var hérna fyrst á 4, svo er hann búinn að taka 8 samningar síðan. Svo segi ég bara Kane. Maður hefur heyrt að Drungilas sé með einhver skipstjórasamning fyrir norðan. Þannig að það er Drungilas, væntanlega Badmus, Kane. Hver eru launahæstir í deildinni? Þessir, Badmus, Drungilas, Basíl örugglega komin í góða tölu. Já, Andri Kane, Daniel Mortensen. Já. Jordan Sempul var búinn að hækka sig einu snið Þorlákshöfn og svo sögðu menn bara nei, ekki meira takk. Kemur Grindavík og gjör svo vel væni. Eitthvað hljótað er að hafa eitt í Lotier fyrst að þeir endursænuðu hann. Já. Kári Jónsson, Kristoffer Eikóks. En 2 milljónir á mánuði er það nú ekki alveg upp þér. Ég held að það sé nú ekki mikið meira en það sem er fór borgað þessi leikmenn. $7.500 mjög vinsætt tala hjá mörgum sem köllum. Þannig að Birnir Snær væri launahæstur í bónusdeild karla. Já. Mögulega fyrir utan Kane. Já. Andri Kane og Birnir Snær. Já. Hann kom inn áðan, Birnir Snær. Það er mikil ára yfir þeim gæja. Hann er svalur. Hann er mjög svalur. Margir fótboltastrákar sem að reyna. Já. Þú veist,
en þessi einhvern veginn það sama hvað hann hengir á sig og fer í, það svona einhvern veginn virkar sko. Einmitt. Heyrðu, næsta mál. Þetta er frá einum í sérfræðingateyminu okkar, ekki frá mér. En ég er sem svona ágætlega sammála þessu. Stjarnan verða nær því að missa af playoffs heldur en að vera í heimavallarétt. Þannig að þeir eru nær 8. sæti heldur en topp 4. Ræðum bara þeim Stjörnuna-stráka. Ég meina, skítapa Hvað meinum við samt nær? Ertu að tala með þessi 7? Ég er bara að tala, þeir eru að fara að berjast að komast í playoffs en ekki topp 4. Já. Sko, Ægir er bara svo ógeðslega mikilvægur hjá þeim. Já. Ég sagði daginn, þeir voru að fá Seth Ledey að ég var ekki hrifin á honum í Grindavík. Nei. Ég veit ekki, hann er ekkert að, ef Ægir kemst mjög, hann getur loppa honum upp. Já. Mér finnst þessi step-back þristir á Giannis, og hann svissaði mjög oft, ég fæ alltaf tilfinningu, þetta er bara eitthvað rugl. Já. Það er eitthvað off við, og núna náttúrulega Ægir ekki með, Bertoni er ekki spes sem aðal point guard, hann lúkkar ágætlega þessi bara sem annar bólhandlur með einhverjum betri point guard. Já. Og svo er bara, nú líka, Orri Gunnarsson það bara að fara að hækka prósentur sína. En svo er líka samt verið að skora á það bara 90 stig leik eftir leik, sko. Það er svolítið ólíkt Baldurs liðum. Já, þú lítur líka á liðið einhvern veginn og eitt sem að Seth Ledey er góður í, hann er frákast hæstur í deildinni. Já, hann hoppar og er kraftur í honum, sko. Já, hann er góður, þú veist, hann ver körfuna svona, hann er athletic. Svo eru hinir alveg bara svolítið svona, þú veist, kannski ekki ungu strákarnir, en hinir eru fullorðnir. Við svona töluðum það, ég allavega og þeir sem voru hérna eftir bara fyrsta leikin sem þeir töpuðu á móti KR. Þú veist, þeir eru svolítið svona fullorðnir. Þeir eru sterkir og lúkkuðu ekkert eðlilega tilbúnir. Þeir sem voru hérna ekki meiddir, fattar þú? Ég sá það einmitt í þessum leik KR Stjarnan þegar við vorum á vellinum. Já. Orri og Giannis voru sko 2 langbestu leikmyndinar, en það er kannski ekkert mikið að marka móti KR. Nei. Maður sá það bara svona skrokkurinn á þeim og hreyfingar voru bara á öðru leveli en hjá öðrum. Já, en svo vinna þeir þann leik og svo bætist við... Nei, tapa honum. Já, þeir tapa honum Já, fyrir með enga handa, já. í overtime, já. En maður er einhvern veginn svona, já, þeir eru eftir að fá inn Ægi, sem maður reyndar Bertone. kom inn og fór aftur út, en svo fá þeir inn Pablo Bertone og Amerikana. Þeir voru hörmulegir á móti Keflavík. Þeir voru hörmulegir. Já, já. Hörmulegir. En mér Og, til ég bara... meina, og ekki voru þeir skárið á móti IR sem að, þú veist, hafa ekkert verið. Ég meina, IR voru coming off 50 stiga tap eða hvað var 40 á móti stólunum, sko. Já, já. Það var klúður, sko, en mér finnst bara samt sem við erum búin að þylja upp hérna, finnst mér vera dálítið gott, sko. Hvað? Orri, Já. Giannis, Seth Ledey. Þá eru bara eftir að kalla eftir þessum gaurundum bara til að stígu upp. Man ekki hvað heitir. Mér finnst einhvern veginn, sko, ég hugsaði það eftir KR-leikinn. Bara svona, nú er Hilmar Hennings farinn. Þú veist, nú er Orri bara næstur, skilurðu. Hann er orðinn 20 og eitthvað, 2 ára eða eitthvað. Og ætti miklu meira að vera í samtalinu MVP heldur en besti ungi leikmaður, þú veist, í landsliðinu og lokamóti og eitthvað. Og hann er greinilega með mjög frjálst hlutverk í sókninni að láta vaða. Já, hann er með grænt bara leyfi. Já. Og í KR-leiknum þá var maður bara svona, ok, Orri bara gæti orðið MVP, sko. Já. Svo horfði maður á IR-leikin og Keflavíkurleikin. Hann er kannski ekki alltaf með Friðrik Anton á sér. Nei, hann er ekki alltaf með Friðrik Anton á sér. Og svo bara einhvern veginn, sko, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, sko, en þú veist, bara er hann með pókan, fattar ég mig. Þú veist, hann er straight line dræfari og veist, setur öxlina undan sér og möstlar sér áfram og svo skýtur hann þristum. En þú veist, ég Hann er ekki með þetta Hilmar Hennings. Nei, þú veist, dæmi, skilurðu? ég er bara að spá í því, fattar ég mig. Bara svona eins og á móti Það sé bara Keflavík. of takmarkaður leikmaður það er eða... Já, þú veist, til að vera aðal sóknarkallinn í liði sem ætlar að vinna eitthvað eða að vinna leiki þessar deild, er hann með nógu mikið í pókanum eða er hann, eins og hann var í fyrra, hágæða þriðja option. Já. Fattar ég mig. Mér finnst hann vera nær því að vera þetta hágæða þriðja option. Þetta er svona, já, þeir eiga Tindastól úti á föstudaginn, förum umferðina, þú veist, betur og eftir, en ég meina, þú veist, eins og staðan er núna,
eftir hann íjarleik, ég meina, ég litist ekkert á það. Nei. Þeir eru, Og bara Pablo Bertone lúka bara gamall, sko. já, svo eru ekki með neitt firepower komin á back Nei. og En alltaf svakalega þunnir, sko. getum við ekki fengið, verðum að biðja Bjarna Guðmann að gefa okkur eitthvað meira. Já, það kemur úr listi eftir. Alvöru listi. Okay. Ég er búinn að vera viku að vinna hann. Hérna, ég meina, Bjarni Guðmann er búinn að vera í landsliðinu bara. Já, að því getur, þú veist, flestum hann er verkefnum. komið með það standard, maður getur gagnrýnt hann. Já, en ég meina, Þetta er við náttúrulega- erum með Frins landsliðsmann sem 7. mann. Er þetta þá eitthvað, það, þú veist, Já, en sko, drop-offið kannski frá 6, 7 og niður í 8 er mjög mikið, sko. þegar Ægir er ekki með, já. Þegar Ægir er með, þá er þetta náttúrulega, sko, þá er náttúrulega Bjarni Guðmann 7. maður, sko. Þá ertu með landsliðsmann sem 7. mann, sko. Einmitt. Það er ekkert rosalega slæmt, sko. Nei, Þetta eru 4 erlendi leikmenn, Ægir Orri sem er 2 landsliðsmenn, Bjarni Guðmann inn og út í landsliðinu 7. maður, Jakob bestur í 18 ára landsliðinu. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað, þetta eru 8 körfuboltamenn, sko. Ég segi þess vegna verða það líka topp 4. Ok. En á hverju eru þeir ekki að vinna neitt? Bara út af meiðslum Ægis? Já. Ok. Herru, næsta mál, síðasta overreactionu mitt. Og þetta er eftir að ég horfði á Tindastól vinna hött þarna í einhverjum ekki fallegum körfuboltaleik í bikarnum á mánudaginn sem ég keypti mér aðgangað og svo horfði ég líka á Njarðvíkurleikinn sem að þeir náttúrulega voru lélegir í. Sko, Davíð Skeggs, ef hann væri erlendur leikmaður, þá væri bara búið að senda hann heim í vetur. Ég ekki samt, sko, eins og með hann, þú veist, Tindastóll, sko, geta lyft sér það að sækja sér útlending sem er bara einhvers konar specialist, fattar við? Sem er bara, þú veist, 3 körfur. Það er það sem hann gerir. Það þarf ekki að gera meira. Gerir hann eitthvað meira en Sigtryggur Arnar? Þarftu annan? Já. Ég er með, það er eitt lið sem gæti notað hann. Já. Davíð Geggs í KR. Já, en mér sem Íslending. Já, ef hann væri útlendingur. Já, þú veist. já. Hann svona, myndi kannski komplementar Tóta. Eitthvað, að grípa og skjóta bara og spila vörð. Já. En ég meina, það sem ég er að spá núna er að sko, Sigtryggur Arnar er að koma á bekknum og Davíð Skeggs líka. Það sýtir ekki Arnar á bekk. Þetta fer svo í töðunum mér. Já, mér líka. Pirra mig endalaust. Hann er að gelda sýtir ekki Arnar finnst mér. Já, ég sammála því. Já, Til þess að Júlíus Orri fá að drippla, hlaupa af sér hornin í Tindastól. Sýtir ekki Arnar er svona gaur. Mér líður eins og hann sé, þú veist, hann vill fá ábyrgðin í hendunar að byrja leiki sterkt. Sérstaklega í síkinu, oft er hann komið 9 og 15 stigum, Já. allir í stuði. Einmitt. Þú bara geldan með að láta hann byrja á bekk. Já, ég sammála. Og ég skil ekki pælinguna því að Þetta er bara einhver hann ofþjálfun. er specialisti. Hann er 3 stiga skytta, skilur við. já. Og þú segir Davíð Skeggs sem specialisti. Bara, og hvað? Það er að koma með 2 gauðir sem hlaupa mjög, þetta er sömu kerfi og maður hefur séð Antti Kanervo hlaupa í Stjörnunni. Og bara einhver sem setur eitthvað screens og snýra sig við og setur screen fyrir shooterinn og allir bara skipta og hann næri ekki upp skotinu sínu. Bara, Já. þetta er svo fyrirsjáanlegt. En jú, ef Davíð Skeggs væri bara einhver nýr erlendur leikmaður sem Já. enginn viti, þá væri eflaust, Hann er með eitthvað 8 stiga leik. hann er bara, þú veist, einmitt búin að vera að það lengi og hefur átt stór moment. Já, Þannig að þeir eru alveg slakir núna í október, fattur þú? þeir náttúrulega láta hann aldrei fara Nei. sem Íslending. Nei, það er náttúrulega, Punkturinn minn er, ef hann væri einn af 4 útlendingum og þeir hefðu ekki slysast á þetta á hennar ríkisborgarétt fyrir hann, já. þá væri hann bara fókin. Já. Nei, það held ég samt ekki. Ok, þá myndi bara spila meira. Já. Má ég koma eitt overreaction viðbót? Já, þeir megi koma með eins mörg og þau viljið. Ef við, Þetta er 3 tíma þáttur einn. ef við tölum bestu liðin, Já, er deildin lakari en var í fyrra? Eru þessi bestu lið, topp 6 lið, eru þau verri en í fyrra? Valur eru lélegri, Stjarnan eru lélegri, Álftanis eru verri. ættu samt ekki að vera það. Nei, en þeir eru það í augnablikinu. Já, og- Það er bara því að Justin Jameson er ógeðslega góður. Allavega finnst mér svona dálítið augljóst að Valur og Stjarnan eru ekki afgóðið frá. er Sem hafa alltaf verið svona, einmitt þessi bestu lið, sko. ekki svolítið af high budget liðunum bara ekki tilbúin einhvern veginn? Nei, og svo munur lið Vantar eitthvað meira í það? Þú veist að maður sér svona Álftanes, Stjarnan, Valur sem að þið voruð einmitt að nefna.
þú veist, það á eftir að gera eitthvað þarna. Þú veist, þetta er alls ekki end productið hérna, Nei. sko. En við erum að sjá end product hjá Tindastól mögulega Já, Grindavík. og Grindavík, já. Já. Grindavík eru sterkari en þeir voru í fyrra en þeir eru brothættari. Enda eru þessi tvöluð 3-1 og 4-0, sko. Já, fyndið eins og með sko Val og einhvern veginn tröppugangur Frank Aron Búker. Já. Ég verið að vera bara orðin bara mjög örglað bara, þú veist, topp 3 mikilvægast leikmaður Vals einhvern veginn. Já, Úr því að vera grínkall í Blikum, Já. fattar þau sem var bara eitthvað, algjörlega. með þess bara ótrúlega einhvern veginn tröppugangur hjá einum gaur. Já, Þetta var að niður á við núna. Í deildinni. Já, hann er bara, mjög duglegur. er að skila bara eitthvað double-doubles Já. og eitthvað svona, sko. Bara, já, mér langaði bara að gefa Búker shoutout. Já, En Valur Ég meina, þarf að breyta ýmsu hjá sér. já, en mjög nöðsynlegu sigur á þeim líka í Þorlákshöfn. Ég meina, eru þeir ekki 1-3? Nei, þeir eru 2-2. 2-2. Þeir eru nú Ármann. Þeir eru nú Ármann líka í mjög ósannfærandi sigur. Bara, Ég er með eitt teik með Val í viðbót. Já, Kári Jónsson, Já. voru sturlaður. já, Er það bara ég eða er fyrsta skrefið hans aðeins fara að hægjast? Kára. Já. Sem eru, ef það er, mér líður þannig, þá er það mjög slæma frétti fyrir Kristófur Eikóks. En þá fer Kára að gera það sem hann er búin að gera undanfarið og poppar hann bara út í þrista. Og hann er að negla þeim, sko. já. En þá eru brauðmálunir, þá minkar hjá Eikóks. Kári er orðin 28, með marga mílur af bakinu líka. Og kannski Og bara, mjög mörg meðsli. kemur mjög snerpa, mörg kannski meiðsli. bara það líður á tímabilið hans betur. Já, en ef einhver, hann er svo ótrúlega klókur, hann er með svo hátt IQ og hann mun alveg, úst, einhvern veginn geta spilað þó að fyrsta Já, já. skrefið hægist, finnst mér. Já, hann hefur aldrei út að treysta einhverja líkamlega hæfileika, Nei, sko, þannig að hann er bara það klár. Sem að mann það í fyrra þegar hann var þarna áður en að mittist á móti Grindavík, hann var ekki komin í sitt besta form, en hann einhvern veginn svona, nei, það var áður meira að segja, þegar hann kom inn í seríun, Já, þegar við verða komin í finals. Íslandsmeistarar, Já. muniði. Já. Svo meiðist bara hann í svona- fyrra á móti Grindavík og Já, dettur út. þegar hann kemur inn, beint úr meðslum einhvern veginn, bara Já. breytir seríunni, Og bara Laskar. sérstaklega í leik 5, Já. þegar Kristófur dettur út, já, þá bara er þetta leikurinn hans. En Kaninni og Val er að vaksa á mig, þetta er hörku player. hættu þessu, þú ert að grínast. Já, ég er að grínast. Allt sko, ég skil ekki stundum þessa kanapólisíu hjá Völsurum. Það er bara eins og stjarnan núna með Seth Day og Valur, það er eins og Finnur og Baldur elski að sæna ömulega útlendinga. Það er sjá eitthvað challenge í þessu. Sjá einhvern eitthvað veginn- svona meira rullukana eitthvað. Ég bara svona, Þolið þetta ekki. Svo er Bosmanni og Val, hann er að taka dífu niður, finnst mér. Lukic, Já. eða hvað hann heitir, já, lega já, ég er smá sammála því. Hann svona, maður bjóst við að hann færi í hináttina fyrst. Já. Því hann sýndi svolítið mikið fyrst. Já, hann var mikið með boltan í sókninni og það er bara eins og kallað eins og Kára eitthvað svona bara, nei, Já. hættu þessu bulli, ég skal taka boltan hans Eins og betur. þú sagðir hérna hjá mér, að bara einhver Austur-Evrópubúða, balkanska skagakalla, gera einhverja hluti og menn á æfingu bara, þú veist, stop doing this, bro. Kanni má gera þetta ekki þú. Já, en ekki þeirra kanni, sant? Nei, Hann hann er alls er ekki. hann Hann er bara í einhverju rullu hann. Já, Ég held að tímabilið á Val verði svona. Þetta verður dálítið erfitt til þeim. já, Þetta er 7., 7. sætið kannski. En allir verður eitthvað svona, já, svo kemur úrslitakeppnin. Valsvélinn. Finnur sem allt vinnur, en svo þetta er út í fyrstu öður. Mér finnst komið tíma á Val Þetta verður að þannig. taka bara einhver sprengjukana, Já. fá bara einhverja gleði inn í þetta, bara eitthvað skemmtilegt, Já, búið til nýja búninga eða eitthvað, að vantar eitthvað fest. Þetta er orðið þreytt. ég er sammála því. Bara gerið eitthvað. Já. Kristóf fekk sér dredda, það var eitthvað nýtt. Það er ferst. Eða, þú veist, það er eitthvað ferst. Já, já, en bara þú veist einmitt, og allt í kringu það mál hann hjá Kristó. Já, Var Það þetta að er- minna landsliðið bettið þegar hann vildi ekki taka víti? Nákvæmlega, já, bettið. Það er bara svona að manni finnst andinn ekki vera góður. nei. Þarna, einhvern veginn, það er bara ekki Já, þú góð veist, það hefur ára bara ekkert yfir. verið góð ára. Ég meina, allt sem að Valur hafi verið að gera í fótbolta, þú veist, núna líka, bara svona áran yfir einhvern veginn bara félaginu, sko. Það segi er það, bara einhvern veginn hvað sem þeir gera, þetta er svolítið eins og KKÍ, hvað sem þeir gera er einhvern veginn vond PR management. Eða ekki, eða? Jú, þetta eru ekki góðu rönni, sko. Þú veist, einmitt eftir Kúlbett-málið hjá Kristófer þá vaða þeir í einhverja yfirlýsingar skiluru með heiðarlega leiksins og svo svindla Kristófer Eikóks á víti umferðinni á eftir, þú veist. Þetta er allt eitthvað svo... Já. Ég hef alltaf lítið á Kristófi sem bara svona töffara,
ég vil taka ábyrgð, Já, þetta kom mér rosalega óvart, þannig kannski var hann. ég trúi það sig sem ekki. Ég frekar Rósonu fyrir að hafa komið aftur inn á til að berjast og illt í hendinni. Ég er svona raunverulega held að þetta hafi verið þannig, sko. Nei, muniði í meistarana. Þegar hann mitti sig í hendinni og tók svo airball-víti. Já. Hann hefur örugglega bara hugsað, bara, fokk, mér er illt. Já. Síðast þegar ég tók skot í leik sem skipti engum máli, þá dreif ég ekki körfuna. Og veist, nú er mikið undir. Ég held hann hafi bara Ég held bara ángríns. nýbúin að lendi í þessu, Já. skilur. Ég held að hann hafi bara alls ekki verið meðvitaður regluverk. Nei, hann bara Hann meiddi hafi sig. bara meiddi sig. Já. Já. Svo eitthvað svona, herri, jú, ég er fín, herri, ég má koma aftur inn og bara, Já, let's go. ég get ekki skrín og frákost og hjálpa liðinu. Já, Ekki eitthvað Rósonu bara fyrir það frekar. Jú. Hrósa meira, gaggrina minna og þess Fyrsta vegna eina ættum við hrósi að í fara vetur á frá næsta lista sem að eru hverjir Einar með okkur hérna alla miðvikudaga, shout out á hann. Við ætlum að fara í powerrankið í fyrstu deild. Já, ég er til í það. Nú 3 leikir búnir í fyrstu deild og ég hef nú ekki séð mikið af þessu en ég horfði á heilan leik með Hetti í byggarnum og búinn að grúska heldur betur í statinn, horfði á einhvern ömurlegan Selfoss Hamar leik daginn, bara í einhverju algjöru sjálfseyðingar kvöt heima hjá mér. Ég let það eiga sig. Maður er svona búinn að kíka bara dálítið í statið, Já. svona þessa fyrstu leiki. Eru Selfoss að spila, þeir eru ekki ennþá í Iðu eða nokkuð. Nei, þeir eru löngu komnir í handboltahúsið. Það var leiðilegasta hús sem ég spilaði í. Iða? Já, ég þoldi ekki, búið að setja eitthvað svart Já. tjald þarna niður, maður var bara, új. Svarta tjaldið. Svarta tjaldans Brynjakars, það hefur brotið marga. Það er bara svona, Bæði selfisinga og anstæðinga. komum bara, hann gerði leiksvið. Það var pælingin Já. með þessu drapperingum öllum. Sko, í powerrankinu fáum við það upp Einar. Þá er ég með 2 lið í eftirtöfum sætum sem eru ekki búnir að tapa leik. Ég sé þetta. Við sjáum einhverja miniatúr útgáfu á skjánum, en þetta eru Haukar og Breiðablik. Já, Haukar eru slátruðu Fjölni. það er einhver ára yfir Haukum sem Já. að, eins og síðustu ár, maður hefur fundið svona ári yfir einhver, ég fann alveg fyrir að ég á með einhverja áru Já. undir undandeildina, Álftan sigtu þar undan Hamar. Mhm. Það er þessi ára yfir Haukum núna, finnst mér. Svo hlaupa í burtu með þetta. Já, Og átti ég ekki kollgátina, hérna í uppbytuna þættir, þegar þið höfðu alveg gífurlega, þú og Ísak, Já. það var alveg svakalegar áhyggjur á Haukum. En meðan Pétur Ingvars er með taumana, Já, þá er þetta alltaf bara þarna, fyrsta annað, sko. já, mögulega. Það er áhugaverður leikur í þar næstu viku. Þá er Breiðablik Haukar. Já. Sem er, það, svona körfubolta megin er það rosalega mikið rævalri, finnst mér að einhverju leiti. Líka rævalri Hrafn Kristjáns og sonur hans gegn Pétri. Þeir náttúrulega Já, taka já, einmitt. í laun svolítið við sko mölbrotnu búi. blikabatteríi eftir að þeir fara þarna niður og þeir feðgar vera að gera góða hluti hana. þeir eru að gera það. Og mjög samfærandi sigur hjá þeim á móti Sindra Já, í síðasta leik. Alltaf verið þetta eins með Sindra. Það er eitthvað að þar samt. Já, við höldum alltaf að Clayton þetta sé... Ladín hann er búinn að vera, ég Hann held hefur og verið hann myndi ömurlegur. gera eitthvað allavega. Já. Gigliotti bara maðurinn. Já, þeir lendu bara sko 15 stigum undir Örli á móti Breiðablik. Bara sá aldrei til Svo sólar held ég að menn séu að vannmeta Sölva inn í þetta Breiðabliks. Já. Sko. Hann var orðinn alveg böllur í úrvalsdeild með þeim sko. Einmitt. Og ég held að honum finnst ekkert óþægilegt að spila á móti Clayton Ladín eða einhverjum svona C-klassa útlendingum í fyrstu deild. Sölvi á að vera backup point guard í Grindavík. Já, Það var ég náttúrulega fíla frábært samt fyrir alveg að Grindavík, 22 ára Sölvi sé bara 37 mínútna fyrirliði Breiðablik. Ég veit að þið farið eru glína gaur á eftir, en við erum að tala með Hauka. Já, Hefði Hilmir Arnarsson ekki bara átt að taka tímbil með Haukum, jú. 20 pluss stig í leik, Já, fara mögulega. upp, vera bara maðurinn. Mögulega, Það er alveg, þú veist, hann hefur náttúrulega fengið garanteraðar 30 pluss mínútur þar. En Hann þegar þú ert bara, skilurðu, þau er bara það mikla trúa sjálfu þig. Já, já. Og bara hann heldur það, örugglega veit það bara, hann ætlar að spila þessi alternansliði og vera með eitthvað hlutverk Svo þar. bætir Álftanes við þessi bossmann, Já. Dúi spila meira í tvistinum, þá eru mínútunum horfnar í Já, vinnu. já. Það er mjög auðvelt fyrir það að hverfa, sko. Sko, botnin er einhvern veginn sko, þetta Þóra Akureyri lið og þeir eru með 4 útlendinga
þeir geta ekki raskat, sko. Það er svakalega slemt. Þeir eru einhvern veginn, sko, maður er einhvern veginn svona plus 10, Þór Akureyri í hólminum. Jú, Svo bara, 20 stigum undir og bara, herðu bara on to the next one. Já, það er alltaf, en svona einmitt, þegar maður sér 4 útlendingar. Mjög mikið. Svona sannfærandi einhvern veginn að liðið er þó með það, en það er ekki alltaf það sama, sko. Útlendingur og útlendingur. Fylkir að tapa öllu leikum með 20 plus. Já. Það er ekkert leiðilegra í körfubolta heldur en við í liði sem er fallbyssufóður. Það hefur, Þeir mæta náttúrulega bara með engan útlending inn í þetta og bara Það er bara svo leiðilt að tapa svona stór. Það hefur bara verið mikil hefð fyrir því, sko, kannski að hafa eitt svona lið. að undanskildum síðust árum, sko, að hafa ekki verið svona ömurleg lið. En það hefur verið mikil hefð fyrir því í fyrstildinu að það sé eitt ömurlegt lið það, sko. Ég spilaði með IA-liði sem var ömurlegt og við sáum fram á það var annar lið fyrir ofan okkur sem við urðum að vinna, það voru Gnúpverjar, þið báðir voru þar. Við töpuð því. Við töpuð því. En þú veist, þar var samt Kani og eitthvað, sko. Já, báðum við. Já, og þið voru með Kana, þetta var ekki eins og fylkisliði bara Nei. hópur af einhverjum gaurum sem að hafa hvergi fengið að vera með og... Svona algjör pórmennsútgáðan einhvern veginn af KF, sko. En svo eru þeir samt komnir með Svavarsson bræður úr Val og fleiri valsaragauðra og samt að tapa með 20, sko. Já, það er eðlilega að fá þeir engar mínútur annar staðar, skilurðu. Gætu þeir ekki safna pening og ná sér einhvern Kana? Kannski bara vilja það ekki. Já, það lítur bara að vera bara einn dæmi. Svo finnst mér, sko, ef við höldum áfram með þetta, KVF eru, þú veist, að fá færri og aðeins verri leikmenn heldur en síðustu ár úr KR. Og svo er þetta svolítið einhvern veginn algjört project nothing í Hveragerði og Selfoss Skallagrími, finnst mér. Er ekki eitthvað svona uppbygging núna? Fyrsti leggur í uppbyggingarfasa hjá Hamri? Þú veist, þeir eru með Björn Ásgeir, þeir eru með Frank Kamp Gein og bráðum kemur Amerikani, þeir eru með Ísak, hérna bróður Össa í Stórumanninum, með Lúkas og Birki sem eru, þú veist, 21. Svo er þetta bara Simmi og Summugur, þetta er bara svona, þeir eru bara með, mér er bara svona, bæði Selfoss og Hamar, þeir eru bara svona með. Skilurðu? Bara svona, heimastrákar fá að spila, svo eru bara einhverjir miðaldra heimamenn og, bara ekki fallbarátta og ekkert verið að reyna að rembast við að komast upp, sem er bara allt í lagi. Það er bara heldur mjög fínn staður fyrir körfuboltalið á Selfossi að vera á. Já. Það er allavega þú lið í fyrstild, þá þarf eitthvað að hafa aðeins fyrir því. Já. Algjörlega. Ég held að bara sé flott fyrir þá að vera þarna á sínum stað, sko. Súrt að sjá mína menn í Skallagrími 0-3. Heyrðu, með 4 erlenda leikmenn og Magnús Engil og einhvern veginn Hósei sem að er, þú veist, oft bara... Ég held að það væri bara svona ávísun að vera með gott fyrstudildalið. Ávísun að vinna leiki. Þeir hafa verið alveg glataðir, sko. Og bara ljótt tap á heimavelli á móti Fjölni, sko. Þannig að, en ég meina, ég horfði á Hött á móti Tindastóls og ég veit að þeir töpuðu með 30 stigum í lokin. Það var svona, þú veist, þeir voru 6 stigum undir í hálfleik. Höttur er fyrir mér enda favorites. Já, bara til að taka fyrsta? Já, það er sama. Íren sem að þeir... Pétur og hann Viðar, sko. Það er rivalry líka. Já. Það eru svona leiki sem ég ætla að mæta á. Haukar, Höttur. Já. Já, Haukar, Höttur, það er... Já, Breiðablik, Haukar líka. Já. Þetta eru svona Hrafn Kristjáns, Viðar, Pétur. Þetta eru þjálfara... Kóngarnir þaldi í fyrstu dildinni síðastliðin ár, þannig. Þeir fara alltaf upp svona annarkvert. Getur Óbi Trotter eitthvað hreift sér ennþá það? Bara sprækur? Já. Júljan Sigur. Ágætur þarna á móti Tindastól svona í 20 mínútur, sko. Svo náttúrulega bara, þú veist, skiptist þér á að henda Sigtryggi og Basíla og hann þá svona. En þú veist, hann lendiði ekkert í því á móti, þú veist, þessum liðum, sko. Nei, það er aðeins þægilegra. En já, þetta er power rank í dag. Ég er ennþá... Já, kemur svona óvart að Breiðablik séu svona góður. Það er bara kredit á það. En... Er ekki svo Haukar, þeir eru svo heppnir með 1. Það er með íslenska 5 sem er að spila að Belónu að gera núna. Já. Það er bara krúsjál í þessari deild. 100%. Og og bara svona, þeir bræður, sko, einhvern veginn, þeir eiga bara báðir að stefna á það að vera MVP í fyrstu deild. Þeir eru
þú veist, orðnir miðaldra í körfubolta, Já. mörg ár í efstu deild, áttu lélegt sísoni fyrra. Maður búinn að heyra aðeim fyrir löngu, sko. Þú veist, þetta er bara úrvalslið Íslendinga í fyrstu deild eru Hilmir og Hugi, Sölvi, Viktor Steff, Sigvaldi. Svo er Adam hérna í hetti og þú veist, nú er ég búinn að nefna 6 leikmenn sem að eiga bara fullt af mínútum og góðum leikjum í stóru hlutverki úrvalsdeild, sko. Já, einmitt. Hvernig er Gísli Hallsson búinn að spila þessu? Heyrðu, hann er eitthvað búinn að vera off. Já, var það ekki? Mér fannst ég sjá. Jó, ég veit ekki hvort það sé einhver meiðsli eða hvað, en þú veist. Já, maður bara svona, þetta blowout á móti Fjölni var ekki. Það fór aðeins bara í taugarnar á mér. Já, og líka móti IR. Bara töpuðu með, sko, 400 stigum á heimavelli í bikar á móti IR, sko. Ég held einhvern veginn að væri komið að því núna, sko. Því þegar maður sá svona nöfnun á blaði, þú veist, já, mikið til leikmenn sem hafa spilað þetta áður og... Já, hann er líka einhvern veginn að koma inn á bekknum í einhvern veginn, kannski hann er bara að koma upp á meiðslu með eitthvað. Já. Því að hann er svona hálfgerður svindlkall oft í fyrstu deild, sko. Já. Með, þú veist, svona axlabreiður og getur sett þrista og eitthvað. Ég bara... Já, maður getur kannski ímyndað sér að Póllandsferðin var þung. Já. Maður hitt hann aðeins þar. Mögulega, ennþá að jafna sig. Setur það eitthvað svona aðeins í honum ennþá, sko. Hausinn í Kraká. Vonandi fer hann að taka hann þaðan. En já, þannig að í þessum upperhalfliðum, Haukar, þú veist, Breiðablik, Fjölni og þú veist, ég ætla alveg að setja Hött og Sindra þarna líka, þú veist, það er einhvern veginn alveg 2 svona úrvalsdeildar Íslendingar, fattar við? Já. Þú veist, bara svona gaurar sem eru ekki verri heldur en það sem við vorum að nefna áðan, hérna, Styrmir Jónasson og Dabbi Kóngur. Já, bara Þór Þorláksson geti sótt sér alveg góð, þú veist, geti styrkt liðið. En eiga þeir að gera það? Á Lalli bara að hringja í alla þessa gaura? Bara Viktor Steff, Sigvaldi, Gísli Hals, bara, þú veist, og bara, finnst að þér finnst vanta íslenskan kjarna, bara sækja 2 svona, kannski gera það. Já, hann hefur pottið gert það. Pottið búin að gera það. En hvort það sé, ég meina þeir vilja allir fá borgað og það veist að sé eitthvað budget fyrir því. Veit ég ekki. Nei. En ég var að hugsa, sko, er ekki bara að fara að koma tími núna á íslensku deildina að bara fara að læsa liðunum í deildum eins og í NBA? Jú, þetta er óþolandi að sé allt opið. Já, menn þetta hérna, ég er að horfa á þetta Power Rank fyrsta deildin. Já. Þetta er allt frábær fyrsta deildalið. Haukar gæti svissa þarna upp, sko, ef við ætlaðum að læsa þessu. Já. En hinum liðunum öllum líður bara langt best í fyrsta deild. Vinna leiki, hafa gaman. Já. Höttur vilja líka vera úrvalsdeild. Já. Þú veist, þá er það kannski bara á kostnað Ía og Ármanns. Já. Ég held að deildin hafi nefnilega verið rétt í fyrra. Það er alltaf annarkvert ár. Þetta eru Höttur og Haukar í úrvalsdeild í staðinn fyrir Ármann og Skagan. Þetta er Skaginn alveg að gera sjúklega vel núna með bara peppið og svona. Deildin í fyrra var hárrétt, sko. Eftir að Álftanes var því sem það er, sko. Já, það er svoleiðis. En ég miskildi þið fyrst. Ég held að vera að minna núna ættum við að loka, sko, félagsskiptaglugganum. Já, nei. Mér veist að frá 1. nóvember þá ætti að vera lok. Bara nóvember, desember og svo kemur jólagluggi eins og í Premier League mánuður. En þetta, mér finnst... Hann er bara opið þangað til 31. janúar. Já, bara straight. Mér finnst það svo galið. Menn eru bara eitthvað í hálft ár að setja saman fucking hópinn sinn. Þetta er bara lokunum við fyrstu umferð og opnum svo aftur í janúar. Og opin í 1 mánuð. Það held ég bara mjög... Það var svoleiðis. Þá er ekki þetta að bjarga sér, sko. Eins og með þetta útlendingadæmi og... Nú er bara eitthvað svona... Njarðvík bara eitthvað tekur inn Julio de Assis, kannski skipta hann út. Ármann pikkar hann upp og þeir taka hérna... reyka svo Dolesæ og Dolesæ fyrir í Hamar og þaðan fyrir, þetta er svo mikið kjaftaði. Herru, en nóg fyrstdeildina. Ég er svona, mér langar að fá aðeins meira mengi. Mér langar að sjá þessi topp 5 lið spila móti hvorum öðrum, en mér er svona, Haukar og Breiðablik hafa verið bara mjög impressive í sínum sigurum. Ja, við sjáum alveg hvað þessi lið standa bara til næstu umferð. Já. Það næstu. Þar næstu? Já, þar næstu er Haukar Breiðablik. Já, ok. Og svo er þetta nú oft þannig að liðið sem ætlar að vinna fyrstu deild, það má tapa 3 leikjum, 2 leikjum. Já. Og Höttur er búið að droppa sínum. Án Írans, hann var ekki kominn, Eysteinn var ekki með. Manni er eitthvað að sitja út en þá, ef hann verður með einhvern tímann. Þannig að svona, þeir eru sterkari heldur en þeir voru í þeim leik. Það eru samt, já, þetta er að einhver leiti
fimmliða pakki þetta sem við ert með þarna 5, Já, efst uppi. já, Haukar, Breiðablik, Fjölnir, Sindri, Höttur. Sko þau geta unnið og tappað einhvern veginn innbyrðis. já. En svona þar fyrir neðan er þetta eiginlega svona átósigrar, sko. Ég held að skallarnir yrðu svona, þú veist, á heimavelli með Hósei, þá gætu Já. þeir unnið Ég held reyndar en Fattarðu hvað ég meina? geti alveg og munu gera það, sko. Heyrið eitthvað að sigra af þessum sem eru þarna fyrir ofan þau. En hérna, En en bara- er ekki Höttur það félag og sá þjálfari og sá bara svona það lið af 8 gaurum sem að langar hvað mest að fara upp Jú. og skiptir út og bætir við og bara einhvern veginn svona dauðlangar að vera í úrvalsdeildar næsta afli. Er ekki allir hinir einhvern veginn bara svona þessi Reykjavíkurlið einhvern veginn bara svona, þú veist, Já, þetta eru það verður alveg erfitt peningalega en Já, þetta er Höttur og svo veit ég að Sindri, þeim náttúrulega langar svakalega mikið að fara upp eftir að hafa, að því þú veist, það er ekkert mörglið sem eru kannski að reyna það per se, en Sindri, þeir eru alltaf að reyna að fara upp, sko. viljið þið meira clubmate eða? Ég komði með smá fyrir mitt, takk. Ég með, Ég fyrir ánægð með hvað þetta er. hefur Sindri ekkert unni leik í play-offs, það bara ekki alltaf í Ó, undanúrslitum ég er fyrir bara júnum. þetta drull Já, alltaf. fyrir utan áttalega. Á sig í rauninni. Það var Þeir- oft. Þeir voru einu sinni nálagt í að komast í slá út Álftanes þegar að Dietrich Browning var með þeim. Já. Og, Já, meiddist hann ekki? Og Írin geðsjúki. Meiddist ekki Browning í Já, play-offsinu? það var Jú, sleitt krossband. Já. leikmaður. Já. Írin. Það var leikmaður. Já. Herru, nóum fyrstdeildina og hendum okkur á, en shoutout og Geratas Slapugast, Tommy. Já. Spurðu mig nú aftur, þetta Bosman leikmaður, þegar ég var með hann í 0 mínútum hann sem gutta. Já, já. Hann er farin að starta. Akkurat. Hann er orðinn starter. Og er það orðin, sko, þetta er annar leggur Já. af þá litauðansku körfuboltanum. Þetta er það sem Abbas ég- góður. og þetta er það sem ég er að segja. Stundum þurfa svona strákar að láta brjóta sig árum saman af einhverjum Gef mér til að aðeins. blómstra svo. Þetta er nú bara Já, helviti gott. bara Og 100%. það er bara það sem að ég reyndi að gera. Það er að taka svona gutta og brjóta það árum saman svo þið getið svo blómstra síðar. Já, hann er búinn að vera þolinmóður allavega eftir Rosalega vel tækifærinu. gert hjá þér. Takk. Ég ætla að taka mikið kredit að þessu. Heyrðu, hérna hendum okkur í áður við förum að spá í spilin fyrir næstu umferð. Þetta verður þessi langur þáttur og hérna við byrjum snemma þannig að það er klukkutíma bufferi hin áttina. Þetta eru svona leikmenn sem hafa, þetta er svona í raun og veru honorable mentions, en þú veist, þetta eru svona næstu 6 inn sem hafa valdið vonbrigðum og sko, auðvitað á mismunandi hátt. Það sem að veldur mér vonbrigðum með Hilmir er að hann er einhvern veginn bara ekki, sko, hann er bara ekki meiri partur af liðinu. hlutunum eins og er, sko. Já. Af því að hann er alveg góður, sko. Eins og bara þú veist sjálfur maður, ef einhver hefur talað upp Hilmi Arnarsson þá er það ég. Þú sér svolítið sjálfað í honum. Nei, hann getur spilað vörn, ekki ég. Ó. En við erum samt með svolítið líkt skot. Svona ljótt skot, en það er traustikjandi. Já, ok. Er samt, mér fannst það nú ekkert geta spila neitt svakalega mikla vörn. Nei, Alveg verandi bara þá léttur, skilur þú? Já, já, ég hef áhyggjur af Hilmi eins og ég talaði um áðan. Ef þeir bætaði Bosman, þá er einhverjum mínútur eftir. nei. En hann hefur, eins og sé, hann er fátt 13 mínútur, hann verður að grípa tækifæri betur. Já, hann horfir ekki á körfuna. Nei, hann verður bara að vera gráður. En sko málið er líka með Hilmi að sko eftir að það var, þú veist, skiptum þjálfaraðni fyrra og Emil bara ekki með fyrst og svo Friðrik Ingi og svo hérna skólast einhver leikmann burt, skilurðu, og Hilmir fer til dæmis í Skallagrím, hérna nafni hans, tvíburinn og eitthvað svona, og Birkir Hrafn verður meiddur og eitthvað. Anyway, Hilmir fær svolítið bara svona, ok, þeir velja bara svolítið svona sína gaura og Hilmir er bara 30 mínútna bakkari og líður vel og á bara marga svona 10-12 stiga leiki einhvern veginn. Með Verstappen bara hliðin á sér, hjálpa sér. Já, og svo fer Verstappen meira að segja. Þeir seldu hann. Og þá er samt bara eitthvað svona... Verplanken. Verstappen er eitthvað Formule 1. Já, Verplanken. Þeir eru reynda frændur. Já, sami umriði blandari. Hérna, það sem ég ætla að segja er að sko, þetta er svo ótrúlega mikið svona bounce back.
Þið veitir hvað ég meina? Skil alveg hvað þú meina, já, skref tilbaka. Þetta er mikið skref tilbaka. Já. Hann var kominn hann í bara svona legit úrvarsdeildarhluti hvað þeir unnu einhverja leiki og eitthvað svona og hann var inn og í crunch. Nú voru hann að spila bara einhverja ruslamínútur. Ég segi bara eins og Ármann sagði sko að náttúrulega hefði verið frábært fyrir hans skiluru að taka bara 35 mínútur í fyrstu deildinni og vera bara aðal kallinn. En það er þetta, þú varst búin að eiga svo gott rönn í úrvalsdeildinni. Þú hefur bara þannig trú á þér að ég vil frekar verið í Álftanesi og fara í play-offs. Þetta er að þróast nákvæmlega eins og með Viktor Steffensen hjá Álftanesi. Það er nefnilega svoleiðis. Og sem ég hugsa, Hilmir hann fær fleiri mínútur að því hann er betri skotmaður. Já. En þetta er að þróast bara í sömu átt. Já. En vorandi að hann bara meiddist líka þarna í einhverju utanlandsferð, Portugal eða eitthvað og vonandi bara, eða í Glacier Cup, ég man það ekki einu sinni, eða þeir voru þar. Já, Anyway, hann meiddist í byrjun, vonandi bara, þú veist, ég ætla svona að ræða þennan vonbrigðalista þannig að við erum sem sagt að ræða það hvort að við höfum trú á því að menn klifri upp úr því eða þurfi mögulega bara að skipta um lið. Og ég held að Hilmir þurfi að fara í Grindavík. Nei, þurfi alls ekki að fara misti mikrofónin. Ég held að hann þurfi ekki að fara í Grindavík en ég held að hann þurfi bara að horfa á köruna og spila 20 mínútur pluss. Já. Næsti sem er náttúrulega búinn að vera á Jugo Airport listanum mínum Marek Dolezaj. Já. Ég meina það er bara, hann er bara fyrir mér bara þvílík andskotans vonbrigði og það að kössótti Lagio Grant San mæti hérna og bara skili betra dagsverki heldur en Dolezaj í síðasta leik bara leið. Það sýnir mig bara að það er eitthvað ekki í lagi í kollinum að sem gæja og ég segi bara að því að við erum að tala hvort að menn rífi sig í gang, ég held að þetta sé bara þeir þurfa bara að fara að skoða í kringu sig. Já, ég held að hann sé bara ekki nógu andlega sterkur á svellinu til þess að rífa sig í gang. Nei. Ég held bara raunverulega að hann yrði einhver faktor sko. Þess vegna var ég með Ármann einhvern veginn í 10. sæti. Já, mér fannst þetta fínt pick-up sko. Þetta er prúven, þú veist, hefur verið hérna áður í Keflavíkurliði. Hann er prúven, hann er bikarmeistari. Já, en við erum sammála þar. Já. En bara, þú veist, er Ármann lið sem er að fara að taka einhverjar drastískar ekki með að hvað eru lengi að bæta við Bosman í liðið sitt, þannig að þeir væntanlega geta að fara að drífa sig að breyta. Þeir svona sjá kannski smá í hvað stefnir. Já. Þú veist, ætlaðar að láta reyna á það og svissa öll út eða bara malla og fara svo bara aftur í fyrstu. Af hverju spila Lof bara 16 mínútur síðan, ég er að middur. Nei, hann er bara En pulsa. Ég veit það ekki alveg, mér finnst Frost er mjög góður í síðasta leik. Já, hann hefur haldið honum inni, hann var að skjóta mjög vel. Og spilar vörð, Frost er eini bakkarinn sem spilar einhverja vörð. Já, sko. Ekki veitir af. Bragi og Daniel Lof eru bara báðir of mjúkir í vörð, sko. Bragi svona bætir mikið upp fyrir það sóknarlega, en Daniel Lof, þú veist... Fyrst þú ert að nefna Braga. Já. Við erum að tala um einn lista. Já, og þú mátt tala um hana því að þú ert grindi á hana. Já, ég ætla að bæta honum á listan. Hann er með 21 stef með þetta leik. Já. Og Bragi er sóknar talent í bunkum. En fyrir það sem ég vildi sjá fyrir þetta tímabil var að hann myndi sína ábyrgð varnarlega, ekki slökkva á sér og vera á sveimhuga. En hann hefur verið að gera það. Eins og móti Val, það var bara síðustu 15 mínútur leik, það var hvert einasta play hjá Val, það var Bragi tengdur í einhvern veginn. Já. Og þau eru eitthvað svona kraftmikill, þú getur tróðið snöggur upp, þá hlýtur að geta klósað á krafti og og slæta til hliðar á fullu. Já. Svo eru sumir bara svo sveimhuga, bara gleyma sér. Já, það hefur verið vesen Braga hvað hann er sveimhuga, slekkur á sér. Kannski er hann sveimhuga því hann spila 40 mínútur slettar í leik. Já, þá þarf, þú veist, Steinar aðeins. Það er skrítið að vera með Braga í 40 mínútum og Daniel Lof 16. Já, en hann á að vera núna, þú veist, aðal Íslendingurinn, þá verður hann að fara sína ábyrgð og reyna að fara að spýta í lóana varnarlega því það er eina sem getur haldið Ármanni uppi. Það er að fara að laga varnarleikinn hjá sér. Já. Sammála því. Við skulum dvelja aðeins styttra við alla þessa gaura því að þeir eru ógeðslega margir og við hefum annan lista eftir. Já, ég veit. Þannig að förum bara í Björgvin Ríkhards. Sko, mér fannst hann bara, og við ræddum það líka hérna þegar þú varst held ég, Ármann, að hann kom ótrúlega, hann bara breytti máli í ÍR-liðinu í fyrra.
Já. Hann kom með eitthvað svona kraft og spilaði vörn og fysikal og alltaf vonið. Kemur óvart, þú veist, að hann spili bara einhverjar 5, 6, 7 mínútur og einhvern veginn svona Tommi hérna, Tómas Hjálmarsson hefur verið að standa sig vel, að verið að koma Kristján Fannari líka inn í einhverjar mínútur. Mögulega ætti Lalli Jóns að hringja í Björgvin Ríkards. Já. Er ekki hérna, sem í með Falcao svona, hann að horfa í gaura sem geta skotið boltanum betur. Já, það er spacing. Já, og að því Björgvin, það eina ástæðan okkur Björgvin eru væntanlega að spila minna núna. Já. Og Tómas Hjálmarsson, Hann getur skotið. hann búinn að vera góður. Já, finnst mér. hann búinn að vera góður. Þannig að Lalli ég held að mögulega, og akkurat það sem þú ert að segja, Tómas búinn að vera góður, Kristján Fannar mun verða betri á mínum mati. Og skjóta gaur sem hentar vel með Falcao. Ég held að Bjöggi geti verið að skipta lið í annað sinn mid-season. Já, af því Heimir Borgarnes, jáfnvel. hann á vonbrigðalistanum, en þú veist, vonbrigðin að hann bara að spila 7 Ég mínútur er að leik, segja skilur, hann það. getur ekkert Ég er annað alls sem ekki að gert, segja sko. að hann sé vonbrigði það sem ég hef séð á hann. Nei, Þannig ég hef alltaf séð neitt. Nei, það er málið. Og það er svona smá svipa með Hilmi Arnar, sko. Já. Ástór Svalason fyrir eiginlega líka á þennan lista, sko. Já. Í öllu veseninu sem að Valur hafa verið í hérna núna í haust, einhvern veginn Kaninn meiðist þarna og svo eru þeir bara með Callum Lawson og svo kemur þarna Lukic eða hvað hann heitir, bara svona vantar basically bara lappir, sko. Mér finnst, þú veist, Hjálmar meiðist líka og hann nú bara líka á þessum lista. Það er bara svona, hann ekki ennþá orðin einhver faktor, fattar mig. Nei. Það er alltaf svona talað bara svona, já núna hérna, þú veist, þarf einhver að, þú veist, sækja Ástþór eða núna þú veist, hann orðin tilbúinn og finnst hann einhvern veginn alveg góður í körfu, Já. en hann einhvern veginn bara svona, hann samt engin faktor, fattar mig. Já. Mér finnst Ástór, þú veist, hann veit nákvæmlega hvernig system Finnur vill alltaf spila, passar vel inn í það, en samt eins og þú segir, svo hann hefur átt einn leik, hann hefur átt nokkra leiki, en það var einn leik sem var svona stórkostlegur, það var örugglega, ég veit ekki hvort þú varst ennþá með Hauka í einhverju tvíframlindu leik, Já, jú, hann var svakalega góður í þeim leik, og svo þetta gaur sem hefur verið góður með öllum yngirlandsliðum. Ég held að Ástór Svalason þarf að prófa eitthvað annað. Ég ætla að segja, ég bara komin að það að Ástþór eigi bara núna að hringja sjálfur í Lalla Jóns. Já. Með 4 útlendinga vantar þið ekki einn Íslending sem getur dribbla boltanum með Jacob í Ross. Hann myndi frekar starta heldur Ísak Purdue. Já. Bara svona, hann þarf að fara í svona neðra helmings úrvalsdeildarlið, gott fyrstudeildarlið. Og veist, ég ætlaði eitthvað að koma með eitthvað teik, sko, að hann væri vanið því að vera í svona lítilli rullu eitthvað neginn og gæti ekkert maxa það. En alltaf sem einhver yngri flokka spilari á Val var hann náttúrulega option númer 1 og hann bara búinn að prófa hann bara búinn að prófa það nógu lengi núna að vera rulluspilari, prófa það að fá meira hlutverk. Þú myndi alltaf sjá eftir því þú gera það ekki. Hann að pointa í Fjölni. Já. Viktor Stefán Sigvaldi á vænginum og Fótiós að rúlla. Akkur ætti hann að fara úr Val og yfir í Fjölni. Til að spila 35 mínútur á þannig hann hættir í körfubolta. Því þá ekki frekar bara að vera í Val. Þú ert alltaf búin að vera, þú veist, ég skil ef hann myndi fá einhverja mínútur í úrvalsdeildinni. Koma Fjölni. Já, það er nú bara alltaf þetta upp og niður á þeim einhvern veginn. En hann myndi bara verða einhvern veginn íslenski leikmaður Fjölnis og andlit endurkomið þess í úrvalsdeildinni. Ég bara alltaf á því að það sé hollt fyrir menn að prófa eitthvað annað, nema þeir séu hetjur, fattar við. Hann ekki hetja. Nei. En við skulum nú ekki fara að ræða mikið meira um hann. Byrjum á hinum valsarunum, áðurum förum bara röðina. Raki Braga, aftur. Ok, reyndar, það sem ég sá af honum á móti KR. Það var skrítið. Mér finnst það bara að vera búin að skrítið bara hvern einasta leikur sem hann spilað. Mér finnst það bara einhvern nákvæmlega framlagið sem ég bjóst við frá honum, sko. 1 stig og 7 mínútur. Já. Bjóstu við því? Já. Þú líka? Já. Þú veist, ég sá hann aldrei fyrir mér í einhverju rullu þarna. Alltaf undir 10 mín. Ok. Ég sá einhvern veginn fyrir mér, þú veist, að það myndi opnast fyrir hann með þessi gæði og hann myndi einhvern veginn fá meiri möguleika á að grípa það einhvern veginn. Já, en hann samt bara meira einhvern veginn orðin, þú veist, 9. Já.
maður. Mér finnst bara svona Fattarðu? skrítið, bæði að Raggi var öll sín ár í Þór, IR, Keflæk, hann setti alltaf skotið sér niður í horninu og leit alltaf vel út. Já, Svo hafa meira núna bara kannski litur alltaf vel út, já. Já, nú var bara komið 3 tímbil í röð, Já, sem ég líður svo að Raggi hitti bara ekki skoti. Já, já. Ég skil ekki hvað gerist. ekki heldur. Ég menn alltaf Ég meina, að vera bara Það er betur alveg rétt skotmann að með ára. Ég meina- þegar nýtingin tók alveg bara svona hróttalegt dropp, sko. Já, Ég meina, nú ert þú Grindvíkingur og mætir á flesta leiki og svona. ég tek á nú flesta í tívínu, sko. Ok, þú ert yfirleitt heima á bumbunni með einn ég horfa á kósi kapp. Grindavík og taut eitthvað. Besta sæti. Já, nöldur Já, eitthvað. og eitthvað að nöldra. Ég meina, það hljóta að vera einhverja væntingar meira heldur en 7 mínu leik og helmingurinn að þeim er ruslamínútum og 1 stig. Ég meina, skiptir hann bara engu máli? Er hann bara þarna til að vera með eitt skrokki viðbót á æfingum bara? Sömu væntingar og til Unnsteins? Nei, ef að Grindavík ætlar að gera eitthvað, við verðum að fá eitthvað út úr Braga. Nei, Ragga Braga. Ok. Það er ekkert annað búið. Svo Þetta er- hef ég líka bara, sorry, ég frekur orðið hérna. Já, allt í góð. Eins og ég hef heyrt, hann er víst alveg fálu fína seðil, Hann er ekkert að fara 100%. þá hlýt ég að geta sett bara kröfur að það að þú skilir meir en 1 stig á 7 mínútum að leik. Já. Já, höldum bara áfram. Höldum bara áfram. Já. Við þurfum ekkert að ræða þetta Nei, með. ég bara, þú veist, 4 útlendingar, Óli, Já, Arnór Arnór, 6. Kristofur Breki. Já. Hann og Kristofur Birgir eru 7-8. En ef hann tæki, hann er með það gott lið, það var fyrir mig sem bara hot skotmann, það var svo gaman að vera í góðu liðið, þú bara fjast mólana, opinn skot í hotninu, Já. Raggi ætti að vera í veislu, sko. Kannski verður hann í veislu til að líða. Já, ég meina að þetta fer upp á við þetta, sko, ég get lofa því, en kannski 3 stig á 7 mínútum. 3 stig á 11. Já. Hjálmar Stefánsson, hann er að spila eitthvað korter í leik. Dag og 4 stig og 4 frákust, hann er örugglega bara eitthvað meiddur, hann ég nenni ekki einu svona að ræða þetta. Nei. Hann bara svona, en eitt svona, þú veist, það bara talaði fyrra bara, þú veist, á hann yfir landsliðinu ekki, bara gleymdu fólk. Já, það er samt, þetta er búið að vera dálítið svona, finnst mér. Já. Núna, síðan Er það kannski bara svo slæmi sem talar um hann yfir landsliðinu? Já, bara síðan hann kláraði stólana í leik 5, Þá hefur hann ekki getað. 22, já, það er basically, En það er flott að klára þar. já, bara, stigahæsti leikur sem hann hefur tekið í meistaraflokk, það var þessi leikur. Förum þá á alvöru vonbrigðalistan og það er næsta blaðsíða. Nú fer að verða svona smá hiti og hérna, þú veist, ég þrái að fá aðeins meiri hita heldur en að, ég veit það ekki, Gunnar Bjartur sendi mér, hvaða grín er þetta? Og svo kemur hann næsta þátt. En byrjum sko neðan frá, af því að við endum efst. Sko Þorvaldur Orri, at this point, fyrir mér, fyrir 3 árum síðan þá hélt ég að hann yrði bara svona, við varum að tala um hvort hann væri MVP, sko. Það væri svona Orra Gunnars leveli. Ég meina hann var, Þegar hann var í Njarðvík, eða? nei, áður en hann fer út í NBA. Já. Eða sem sagt, hvað heitir aftur? Cleveland. G-League. Já. Ég meina, hann slæðir í gegn á U20 mótinu og einhvern veginn bara svona, þú veist, bara the athlete sem hann er, þú veist, þessi styrmirs gormur sem er í löppunum og honum líka, þú veist, hann treður auðveldar heldur en flestir frá layup, sko. Já. En mér finnst hann bara bara svona, hann er bara kortinn non-faktor í þessu káarliði, sko. Já, mér finnst líka bara vanta upp á leikskilning hjá Þorvald Orra. Svo það. Hann veður bara 1 á 4 oft þegar það er, ég mjög oft þegar ég horfa á KR, ég er rosoft þegar hann tekur eitthvað stað, hugsa ég bara, Já, þetta er algjört bull. já. Og þótt hann skori, ég hugsa með mér, ef ég var með líð, ég var örugglega pirraður, þótt hann sé að skora úr þessu, mér finnst það svo mikið bull. Já. Þetta er pirrandi, sko. Hann er svo pirrandi hæfileikaríkur og svo einhvern veginn svona, það getur líka alveg skotið, sko, þó hann sé búinn að skjóta illa. Og bara í þessum Grindavíkurleik einmitt, bara að sjá að þeir ná ekki að klára þetta einhvern veginn með hann og Turbo þarna á vangjunum, einhvern veginn bara svona á móti Nökkva og Ragga Braga, sko, ég trúi þess ekki, sko. En við sjáum hann á morgun, live, allavega, ég var ekki á bumbunni heima að horfa, eins og þið. Hvað ert þú? Þú ert ekki búin að bjóða mér með þér? Jú, víst, þú sagði ætla að horfa hann í einhver grænu herbyggi. Já, jú. Var það lygi kannski? Nei, ég er að fara að gera það núna. Ég og Naflin erum að fara að undirbúa ekstra.
Já, okkur komið ekki bara á leikinn. 4 skjákerfið. Heyrðu, svo bara tölfræðin hjá Þorvaldi Orra, alveg nákvæmlega eins og hjá Sigga P, sem að aftur, ég var ekkert enda búast við að hann yrði MVP, en þú veist, þeir eru 2-2 og þessi skagaleikur situr ágætlega í mér hvað, hann gerði ekki neitt, sko. Er maður ekki bara fram og meira? Jú, Sigur Pétursson, hann er með þannig líkamsburði. Það eru fáir Íslendingar sem hafa það sem hann hefur og öll defensive play sem hann tekur upp á 10, hann er með svona scrappy play sem vinnur leiki, en ef Sigur Pétursson vill fá tips á leikmannu sem var 10% jafn góður og hann er núna, að verta á fullu, en þegar þú færð opið skot, þá þarft að finna einhverja innri ró. Og bara anda með nefinu, vertu mjúkur í skotuna, því að það eru skot hjá hann bara liðin á hringnum, framan á hringin. Ég var þannig, ef ég klikka á skotum, ég átta mig á því að ég hitt ykkur öllum skotum, en ef klikki mín voru aftan á hringin, ég gæti lifa með því, bolti fekk séns. En klikkinni á Sigur Pétursson er bara eitthvað liðin á hringnum, þá þarf það að breyta einhverju. Aðeins meiri boga í skotið þitt, hann verður að laga það. Hann er ekki bróðið sinn, hann er ekki góður skorari og bróðið sinn. En þetta eru mólarnir sem hann fær úr. Það er svona pókin sem við tala um áðan. Hann er svona kannski takmarkaður hjá honum. Þetta er náttúrulega bara frábær íþróttamaður, frábær varnarmaður. Ég meina Gunnar Bjartur talaði að hann væri komið skot. Það er ekki að segja allt hann er blinda úr æfingarleikum. Ég meina skotið hans lítur mun verð út heldur en þegar hann spilaði fyrir pappa sinni í Keflavík, sko. Það sem að maður veit að þeir byrja allar æfingar á því að taka 430 stiga skot. Já, einmitt. Og er spilað. Hann æfir alveg 30 stiga skoti. Það er 100%, en hann þú veist, hann er ekki að róa sér niður í skotinu. En erum við ekki hann getur bara ekki verið inn á ef hann skilur að skota 8% í 30 stiga. Við vorum að tala hvort, þú veist, mér langar að sjá á þessum lista hvort að við höfum trúað því að menn bæti sig og verði betri eða fara niður á við. Og ég held að Siggi ég held að hann sé að fara að vera betri. Já, hann er ekki að fara niður. Og ég einhvern veginn bara svona ég sé bara fyrir mér að hann, þú veist, þurfa að vera bara svona 15 stiga gaur, 8 fráköst, 32% í þrist. Ég sé, ef hann er 30% í 30 stiga, þá er frábært að hafa hann inn á í 28 mínútum, sko, af því hann er það góðu varnarmaður. Svo er gaur sem mætti líka eða verður þessu lista, út af Sigur Pétursson að spila eins og hann er, þá getur Hopkins ekki verið að spila nákvæmlega eins hinum megin og kantinu hann er að spila. Nei, en hann var á Hugo Airport listanum, þannig að ef þú ætlar að vera á báðum listunum, þá þarftu alveg að vera undir 10 í öllu eins og Dóles að sko. Já, en hann er mikið, þú sér bara svona andlits. En þú veist, ég get samt ekki sagt, sko, leikmenn sem hafa valdið vonbrigðum, ég get ekki sett gaur á það sem ég setti á Hugo Airport listan áður en hann spilaði, fattar mig. Þú vissir af þessu. Ég bara vissi þetta. En það sem ég vissi sem var ekki er að Pablo Bertone yrði 18% fyrir utan þryggjastelínuna í 10 stigum, búinn að tapa báðum leikjunum sem hann hefur einhvern veginn spilað. Já, og einmitt eins og orðin gamall bara. Lúkar einhvern veginn bara svona ekki fresh. Já, einmitt, þetta er ekki. En andstæðan við fresh. Ef að næstu 3 leikir á Pablo Bertone verða svona líka, þá þarf bara að grípa í gikkinn. Ég meina, ég hef búinn að pæla í með stjörnunni. Ok, Seth Luday, ég held að hann verði aldrei í stjörnunni allt sísón. Nei. Hann er bara ekki nóg góður í körfubolta. Janis og Slóvenin, þú veist, þeir eru góðir. Það þarf eitthvað, að temja það og eitthvað. Þeir eru góðir. En þú veist, ég held að eina fyrir utan Seth Luday sem hún getur breytt er Pablo. En hins vegar held ég þá að mér finnst Pablo svo góður, sko. Ég held að hann myndi labba bara inn í valsliði strax eða eitthvað. Já, þeir getur notað hann. Eða Þór eða whoever myndi reka einhvern gæja leið og sæna hann, sko. Hvað er Pablo Bertone gamall? Hann er nefnilega orðin ágætlega gamall, sko. Má ég sjá. Haldið áfram að tala á meðan? Já, ef að fara bara í næsta mat, hvernig er þetta að hafa þetta? Ég setti allt traust mitt á mann sem vinnur í útvarpinu. Nei, ég er bara gestur í þessum þætti hérna. Það er nú ekki lengi að þessu. Sko, Pablo Bertone. Þetta Club Mate er alveg fínt. Já. Þetta er fest. Þetta er fest. Hann er 90 módel. Hann er 36 ára á næsta ári. Já, það er helvíti mikið. 35-36. Það er bara sérst svo. Já. Og svo er Ægir náttúrulega
jafngamall árið, þú veist, þeir eru með 34-35 ára ást fyrst. Sko ástæðan fyrir að ef þetta væri lið sem væri Þór Þorláksson eitthvað svona, nei, ekki Rekan, en við erum að tala um lið sem ætlar að vinna titil. Já. Eins og En rífur núna... hann sig Hann mun bæta þetta 18%. Já, þetta lagast hjá honum, sko. Verður hann ekki líka bara ógeðslega hress þegar Ægir byrjar að Jú. pressa ásana og hann getur eitthvað að dingla sér, sko. Þetta liggur En svolítið á ég meðum sammála því að þetta eru vonbrigði samt. Já. Þetta eru alvöru vonbrigði. Af því Já. að þú veist, hann hefur einhvern veginn verið bara svona einn af mínum uppáhalds evróskum leikmönnum hérna, sko. Frábær með hann hefur verið hérna. Alltaf deliverað. Haukur Helgi Pálsson, tæplega 30 mínútur leik, 7 stig, 3 fráköst, 2-2, tap upp á Skaga, Styrmir Jónasson að pönkast í honum. Vonbrigði eða er hann bara eitthvað að jafna sig svona rosalega hægt á? Ég ætlaði að gefa hann að hann væri búin að meiddur, en hann er að spila 28 mínútur í leik, þá getur eiginlega ekki tekið þá. Haukur er líka bara það góðu leikmaður að hann þarf ekkert að fá einhvern afslátt af því að láta gagnrýna sig. En ég held samt að hann er svolítið að súpa sig því að flæðið í sóknarleika Álftanes er ekkert. Hann fær ekki úr neina móða. Skotið hans líka lúkar, sko, úst, það hefur alltaf verið ágætlega flatt, en það er núna ekkert eðlilega flatt. Það er eins og hann sé að reyna að myrða hringinn. Stundum er bara eins og að fara ekki yfir hringinn. En fyrst að þetta er onni í einhvern veginn. En sko, ég held nefnilega að hann yrði betri með hvernig líka þetta var svo stigvaxandi hjá honum á síðasta tímabili. Já. Spurning hvort að þetta verði bara þannig aftur. Skilur mér að miklu betri eftir áramót en hann var fyrir áramót. Örugglega, skilur, en ég meina, hann er í byrjunarliði, hann er einn af 5 bestu íslensku leikmönnum alheims, hann er í byrjunarliði landsliðsins. Já, og bara frá 7 stiga með til leik. Það getur skorað miklu meir en 7 stiga í leik, skilur við. Ég held að Haukur hafi ekkert verið eitthvað. Er hann að reyna það? Hann hlýtur að hafa reynda þegar þeir tapa upp á Skaga, sko. Það er skorað 70 stig í leiknum, hann hlýtur að hafa reynda. Já, bara svona margir aðrir samt sem þetta er að lefa að skora þannig líka, sko. Ég held að Haukur hafi ekkert verið eitthvað húrrandi sáttum með að Kani tók 27 skot, sko. Hann í seinna hálfleik, hann bara flæði var ekki neitt í sóknarleik. Ég var með hann á MVP-lista og svona, hann heldur betur. Kane sett hann bara í Rasvarsan og svo í síðasta leik sá það greint að Kjartan talaði samt við hann. Hann setti lay-up á móti Ía tekur leikli, Kjartan við beint í hann og lemur á kassan hann og ég svo ok, hann er búin að segja að þú verður að vera meira aggressífur, en 27 skot er algjör þvæla, þeir eru líka með 0-9 í þristum. Hvað er andstæðan við að vinna á? Vinna á mann? Tommy? Ég er bara, já. Það er að Jesús. Hvað samhengi? Hann hefur ekki unnið á mig, heldur hann hefur hann farið í hináttina. Já. Ég hef mist trú á honum síðustu 2 leiki. Ég var með hann á bara besti kaninn, bara topp 5 útlendingur, nýtt sæn og eitthvað svona. Og svo einhvern veginn síðustu 2 leikur, ég er smá svona, er hann með svona brotið 3 stiga skot og bara svona, er hann svona sjálfselskur og ekki með meiri leikskilning en það að þú veist, finnu aldrei og kekja, skilur við. Já. Heldur hugsa sjálfum sig. Herru, næsta, það er nú svipuð tölfræði og lið sem er 1-3 og málið er með Bjarna Guðmann að hann var í liði sem að vann titil í fyrra. Já. Og Hlynur Bærings endaði svolítið svona á því að vera bara miklu stærra púsl í play-offs heldur en maður hélt, sérstaklega úrslitaseríunni. Hann hættir, Hilmar Hennings fer, Júlíus Orri, Kristján Fannar og Viktor Lúðvíks fara líka allir og maður er eitthvað svona, ok, hann er eftir, skilur við. Og hann er í tuttaformi, maður sá það í Kára-leiknum. Það vantar ekkert upp á það. Nei. En þú veist, núna er búið að vera í öllum þessum meiðslum og eitthvað svona. Núna þarf hann bara að spila 30 mínútur, 25 mínútur. Hann er ekki í því að koma inn á í 10 mínútur og berja einhvern kana og fara aftur út af. Ég er bara svona... Hvernig körfur gæti Bjarni Guðmann skorað? Bara lay-off sem að Ægir er búin að búa til fyrir þig? Já. Þannig þegar Ægir er ekki með, þá er hann... Eru gæjandi þá svona miklu einspilar í kringum hann? Já, Giannis og hinn þeir eru bara að horfa á körfuna. Ég heldur treystónu líka ekkert rosalega mikið í eitthvað skona peka róli. Þetta er Ægir, 3 og núna 4 erlendi leikmenn
og ég meina í þessum Keflavíkurleik þá, já, Hann allir átti- með. já, Ég meina, er kannski ósengjart að setja hann þarna sem næst mestu vonbrigðin með Nei, í þessu liði með 7 stig, 3 frá ágúst. Þetta er strákur sem búin að vera í landslýshóp. Ég fór yfir Hann skoraði í fyrra, sorry Tommy, ég ætla að segja bara þetta. Hann var valinn í einhvern landslýshóp í fyrra sem var mikið gagnrýnt, sérstaklega niður í KR af því að Turbo var ekki valinn, en Bjarni Guðmann var valinn. Einn af 4 stjörnumönnum og Baldur aðstoðarlandsliðsþjálfari og hann var valinn, manstu Tommy, við já. grínast með þetta. Það var gert. Svo skoraði hann 6 eða 8 stig í þessum leik. Putback, Já, scramble plays og maður var bara svona, já ok, hann getur skorað svona þvílíkt undersized en hann getur gert hlutina sem að Kristoffer Eikóks gerir mun ljótar og verr, fattaru, en hann er þessi skramblari, fattaru, og makes plays en það hefur bara ekkert verið þannig í þessum fyrstu leikjum. Nei, hann átti bara, ég fór nú yfir það í Köruboltakvöld Extra. Hann átti bara einhverja rottalögustu tölfræðilínu sem ég sé þannig í síðasta leik, sko. 18 mínútur, 0 af 3 í skotum, 5 villur. Já. Það er bara eitthvað, og eitt sóknarfrákast. Já. Það var ekki meira. Nei. Ég held að Bara að hann sé að taka ekki eitt varnarfrákast, eða þú veist, og eitt sóknarfrákast á 18 mínútum er eiginlega rugl, sko. ef að Bjarni Guðmann ætlar að Bara þannig vaxinn. feril í þessa deild, þá þarf hann eiginlega bara að gera svo Hlynur Bærings. Já. Hann þarf að, sérstaklega núna, ef hann er með Sethli Dein teig, Já. þá þarf eiginlega, ef þú ætlar að spila með honum, að geta sett opinn skot bara fyrir utan. En mér finnst nefnilega sko, í fyrra fannst mér Bjarni Guðmann búa sér til feril. Og þess vegna finnst mér svo mikil vonbrigði að núna er bara sá ferill einhvern veginn bara svona, hvar er það? Fattiði mig, mér fannst í fyrra bara svona, að því ég var bara eitthvað svona, ok, ég ætla Stjarnan bara að sækja hann, þú veist, það er bara því að hann og Hilmar eru félagar eða eitthvað, skilur, og Baldur elskar berjarsleikmenn. Og svo bara svona, vann hann ótrúlega mikið á í fyrra, hann var bara, stundum spilaði hann lítið, en hann var alltaf onit og í fullt af stórum leikjum þá bara gerði hann ógeðslega mikið gagn, skilur. Það er bara hreyfanlegur og nautsterkur. Og svo, Hann er vaxinn eins og körfuboltamaður. Já. Geggjaður á móti Kane í playoffs og eitthvað svona. Alltaf að færa taugarnar á honum brosandi með einhverja ljóta mottumanni. Svo núna er maður bara eitthvað svona, ok, núna þarf samt aðeins meira frá þig, bara svona körfubolta, fattarðu. Og það er það sem að veldur mér vonbrigðum. Herru, Hraðbankinn í efsta sæti, ég bara gat ekki sleppt þessu, hann er með 0 stig samtals í þessum 4 leikjum og bara, þú veist, það gleymist að Pétur hún er 29 ára, sko. Margar mílur, skroknum. Margar mílur, bara svona, ég bjóst svo mikið við því einhvern veginn samt núna, sko, þú veist, það er Evrópukeppni, það er svona gulrót, þú veist, þeir töpuðu fyrra í 8 leik, nýr þjálfari, bara eitthvað svona, ok, 29 ára, bara svona, ég ætla ekki að segja redeem season en samt ekki þetta, sko, þetta er bara, þú veist, erum við bara þarna, hann nennir bara greinilega ekkert að skora. Þess hann er bara að pæla í einhverju allt öðru en að vera að skora, skilurðu, körfuboltanum. Já, þú veist, hann er ekki með 8 stóðsendingar í leik, sko. Nei. Pétur er einn af þeim, En þú veist, 0 stig er rottalegt, sko. fyrir nokkrum árum, Pétur mátti ekkert fá opið skot, hann setti það alveg ítrekkað, núna, mér finnst bara að fara að líta illa út skotið hann, sko. Það er bara svona eins og hann, bara svona out of shape, svona eins og þegar maður fer inn í íþróttahús og tekur skot og bara svona, wow, hvaða langt sér hann í snerti körfubolta maður. Já, örugglega lenti í þessu. Það er eins og hann lítur bara þannig út þegar hann kemur inn á sem atvinnumaður, hálfatvinnumaður í körfubolta. Já, og bara sjálfströstin í þessu skoti verðast ekkert vera svakalega mikil, sko. Það er eins og skjóti af því að hann einhvern veginn þurfið að skjóta. Já. Þetta er áhvert, Ég held að myndi finnast þægilegast bara að hann þyrfti bara aldrei að skjóta. Já. Einhvern veginn. En svo einmitt kemur alltaf samt, sko, einhvern veginn kræklingar, þeir koma alltaf, skilur, og tala að Tindastóll hefur aldrei átt, þú veist, gott season nema Pétur Rúnar sé lykilmaður í því og eitthvað svoleiðis. Og ég meina, þegar þeir vinna Íslandsmeistaratitilinn, það er ekkert það langt síðan, sko. Nei. Þá var hann alveg bara frekar góður í körfubolta, sko. Já. Og þú varst að nefna hérna, þú veist, Mílurnar í Dabba Kong og Emil Karol og eitthvað, en svo veist, gæðin er 29 ára, sko. Hann er þurft að ferðast meira, hann er á króknum.
Það er rétt, það getur verið. Það er eitt teik eins og með Pétur. Ég veit reyndar að þarna oftast hafa leikmenn Tindastóls verið bara skortnir við þvílíku stuði. En maður mann þegar maður alltaf spila, Króknum, Akureyri, það var alltaf einhver bensínborgari, Mönns á leiðinni heim. Það er ekki erfiðar að halda sig í formi og að spila með lið út á landi. Jú, örgulega. Já, endar að ég alltaf eitthvað smá drast. Já, þú með allt með Pringles á leiðinni heim. Sérst ekki á Sigtrygg Arnar samt. Nei, og Helgi Viggós og svona þetta. Þeir eru örgulega með nestisboks. Já, þeir eru með harfisk bara á leiðinni heim, sko. En sko, þegar málið með Pétur, að þú veist, eins og þegar maður var eitthvað í Haugum, það var nú aldrei gert, sko, en þú veist, alltaf bara eitthvað svona, hvern myndur sæna sem íslenska leikstjórnanda, ok, Hörður Axel er í Álftanes og svo eru einhverjir landsliðsmenn eitthvað svona, hvað með Pétur húnar? Bara svona, þá var akkurat örugglega einhver Kana point guard, skilurðu. Og hann er alltaf svona í umræðinni, mér gæin er bara, hann er svona fringe landsliðshópakall. Já, er ekki samt svona... Það búið núna örugglega. Dálítið síðan það kláraðist einhvern veginn. Og ég held að hann á nú ekki landsleik. Er ekki ár síðan, bara frá því hann var tekin yfir Hilmar Hennings inn í landsliðshóp? Það eru þá 2-3 ár. Erum við alltaf líka teljinn bara, sko því stundum við bara hendi 35 manna hópinn. Ég meina Þá er þetta bara orðin allir. Ég meina Hilmar Péturs var ekki í honum hittifyrra og í fyrra. Já, já. Pétur Rúnar var í honum hittifyrra, sko. Ég hef haft svona tilfinningu með Pétur að það er alltaf eitthvað angran, líkamlega, síðustu ár. Ég held ángrann bara ekki neitt. Þá er þessi tilfinning bara eitthvað vitlaus. Mér finnst bara, hann er farin að vera bara svona meira í áttina Val Orra akkurat núna, sko. Já. Svona er bara eitthvað þarna eins og þú segir, hatar að skora og er bara eitthvað með fyndna sendingar í hornið og Elskar bara að grípa senda. Elskar að koma upp á háu pikkinu, bombunum í opposite corner, fara aftur og bak með höndina upp, þryggjastæðarskot fyrir Hannes Inga í horninu og svo bara brick Njarðvík 22 stigum. Og helst, já, ég meint, aldrei þurfa að skjóta, sko. Herri, Já. er þið ekki nokkuð sammálaðið sem lista hjá mér eða? Jú. Vantar einhvern sem var bara svona, wow, hvað með? Nei, þú veist svona... Það sem þið höfðu einhverja væntingar, ekki bara... Nei, sem ég var einmitt óþarfi einhvern veginn að Hjálmar og Raggi og eitthvað væri þarna hjá þér. Það var honorable mention. Segir það, þá ertu búin að nefna flesta, sko. Sigtryggur þarf að skila meiru, hann þarf bara að fá að starta, skila meiru, hann er ekki búin að skila góðri tölfræði. Samt 46% í þristum. Já, hann þarf að fá að starta. Hann þarf að starta, ég er sammála því. Það er margir sem við viljum sjá í stærra hlutverki og þú veist, maður veit líka bara, það er fullt af leikmönnum sem að, þú veist, hafa ekkert, það skiptir ekki máli. Þetta er kannski bara útrætt hjá okkur strákunum. Ég held að. Hendum okkur þá bara í leikina á morgun og hinn og svo förum við bara að vera góðið með hennan marathon þátt hérna í dag. Það er svona þegar þú vilt ræða fyrstu deildina, Tommi. Það er bara auka 40 mínútur. Ég er ekki, já, ég ætti nú ekkert. Þetta er eina skekki markað. Sko, það er áhugaverð umferð framundan. Það er einhvern veginn svona, góðu liðin þurfa að redeem themselves. Já. Þú veist, við erum að tala bara eitthvað svona að Stjarnan á Króknum gæti verið að tapa 3. leiknum í röð, sko. Þeir verða að vinna þann leik. Nei, þeir verði ekkert að vinna hann, finnst mér. Hann er 1-4. Já, Lítið súrt. Svona valla þetta, það sé bara eitthvað dú og dæ og allt fyrir raskat eða tapa fyrir Tindastól og Króknum. Þetta er ekki körfuboltakvöld, sko. Þú mátt alveg vera með smá drama hér, sko. Er ekki eitthvað overreaction miðvikudagur? Já. Við þurfum að búið til æsing. Við getum ekki bara... Það er ekki titilega því áttum. Baldur og rekinu þeir tapa morgun. 1-4 er ekkert Andur Alheimsons. Nei, bara mikil pressa að fara Krókinn og... 1-4 er samt alveg vont, sko. Já, það er það. En þú veist, það eru fleiri góðlið sem að þurfa einhvern veginn að, þú veist, ég meina KR að fá Akrans heim, nýbúnir að tapa, þú veist, fyrir mjög löskuðu Grindavíkurliði. Já. Það er svona alveg skellur að þau tapa fyrir Akrans heima. Já. Sammála því? Overreaction? Nei, það er alltaf það voru 3-2. Nei, þá eru náttúrulega mjög vond mál. Já, og búinir með auðvelt prógram. Já. En ég er sko sammála sem seljaði, ég held að bara í að vinni þennan leik. Ræðum bara leik eftir leik. Þetta er seðil eftir seðil. Þetta er seðilinn hans manna. Þú segir að Álftanes vinni Njarðvík. Já, með bara út af Álftanes er búin að hafa tak á Njarðvík á heimavelli í svolítið mörguleikjum í röð, en bikarleikur var tætt. Hæft var það í bikarnum. En þá var líka látið, ég átti einhvern draumaleik, en Njarðvík litur vel út á móti Stólunum. Já, Rúnar er búin að
greinlega að finna einhvern balans, Látier tekur 12 skot í öll leik. Þeir voru saman með einhver 50 stíg og 20 skotum Averett og Látier, það helviti skilvirt. Og Er hann orðin öðruvísi jafnvel líka, Látier? hann virtist allan að 12 skot og rólegur leyfði Averett að vera svolítið svona orðin kallinn, við erum að biðast hann afsökunar. Já, Ekki strax, ok. Ja, hann mögulega myndi ekki rata á Hugo Airport lista. Nei. Bíða með að biðjast skilvirkur, afsökunar. maður. Já. Og svo Ég held áfram að vera Evans. sett hann að Sisi byrjónlið og Milka virtist nú bara taka því ágætlega, hann skilaði góðum tölum, hann komur inn. Já. Ég held að Njarðvík vinni þennan leik. En þú segir Álftanes. Já, Valur Grindavík. Við vitum ekki alveg stöðuna á Shabazz né Kane. Nei. Það bara, þeir eru báðir eitthvað laskaðir, þeir eru 4-0, er ekki bara líklegt að þeir setji báður leikin út þeirra? Ég held það. var ekki talað um að Kane var í mögulega rifbeinsbrotin, þannig ég varst hann verið með, þannig að ég held að Valur vinni hann leik. Shabazz lendi á löppinu á einhverjum í skoti, kom eitthvað inn á, leið ekki vel. Já. Engin ástæða til þess að stressa sig 4-0 og... En ef að þeir það er hægt að kasta þessum alveg. Ég held að þetta sé alveg þannig. Ef að þeir tveir báður of, þá er þetta ljótt. Maður oft talað með Val, en... Þetta ekki bara raka bara leikurinn. Svo að það. En málið er að þeir eru ekki með neitt sem getur dripla heldist boltan. Nei. Þegar Shabazz er off þá... Arnór að taka hann upp. Já. En Valur líka, þeir verða að vinna þennan. Sko. Það er öll, ef að þessi tveir eru átt, ertu að meina að Valur verði að vinna bara þó að Grindavík séu fullmannaðir? Nei, þeir gera það ekki held ég, ef Grindavík er fullmannaðir. Nei. En bara svona einmitt upp á árunaðu Val. Mér fannst þetta ekki nógu samfærandi tvíframlengt eitthvað á móti Þór Þólasson. Fannst þér það ekki samfærandi? Nei, mér fannst það ekki nógu samfærandi. Þægilegur sigur á móti neðsta liðinu. Ásamt Ármann. Ég held að Valur, ef við ekki allir saman um Valur vinnið þennan. Jú. Mér finnst það eiginlega 100%. Já. Þeir þurfa bara svo eitthvað meira einhvern veginn. Já. Og eins og þú veist, annarkvort eru Kane og Shabazz mjög tæpir eða verða ekki með, skilurðu. Bara heimskal á það að spila, það eru tæpir sko. Svo kemur Keflavík Þór Þólasöfn. Ef að ræða þetta eitthvað. Jordan Williams out for season. Já. Fekk ég. Mér varst þarna ísælski rússin hjá líta þokkalega vel út. Frábær skotmaður. Já. Þegar hann kemst í betra form og geti hann orðið hættulegur sérstaklega í sláturhúsinu. Já. En ég sagði fyrir 2 umferðum, þá sagði ég að Álftanes líti vel út. Ég er búinn að taka uppeyðu með það. Okay. Ég sagði að Keflavík líti ekki nægilega vel út. Já. En eftir síðustu 2 leiki, sérstaklega eftir Stjörnuleikin. Stjörnuleikin, já. Mér finnst komið bara eitthvað svona hambrað á Daniels á Keflavíkulið. Það er einhver stemning, hvernig þið spila. Já. Ég er bjassitt fyrir hönd Keflavíkur. Easy sigur á móti Þólasöfn? Nei. Nei, mér finnst það vera svona... Þú tekur ekki mínusinn? Óþarfið að enda þessu með. Það voru heldur betur margir seðla bústerar sem að klikkuðu síðast. Með svona 1,22 með seðla og lítið, sko. Við skiljum það eftir að vera hallakörfu. Ég held að Þór muni spila ágætlega, en Keflavík vinnur þetta á endanum. Þetta verður þessi hetjulega barátta Þórsara. Svo held ég, eins og með Kanin og Keflavík, hann mun bara virka hjá Keflavík ef að Keflavík spila skuggalega vörn og hann kemst að opna völl. Já. Minnst hann ekkert spes og loku hálfum velli. Svona playoffs struggle gaur. Já. Sammála því. Svo hendur bara í Skagasigur í Vesturbænum. Já. Ég þori því ekki. Sum tekur Linnar svo skólanum til. Já, það reyndar er ekki ólíklegt. Ég held að Serbin verði með og ég held að það verði chemistry fuck up og KR vinnur með 3-4. Já, mér finnst bara stóru strákarnir hjá í að það er verið alltaf handful hérna fyrir tegin hjá KR sem er nú ekkert eitthvað, er ekki margir rim protectors. Nei, alls ekki, það er rétt. Þannig að, já, ég held að ég að taki þetta. Já. Það er einhvern veginn líka svo, það er svo mikil ró yfir Skagaliðinu. Já. Ég tek plúsin á Skagan og þeir geta alveg unnið, ég ætla að bakka með þetta. Okay. Þetta er bara fínt, aggressíft bett hjá þér. Ég held bara að KR, þeir þurfa að prófa hvernig Sum er að gefa boltan út. Já. Þvingan er það. Já, mann virðist ekki að vera eitthvað rosalega góður
að finna menn í kringum sig. Nei. Þannig að þeir þurfa svolítið að challenge hann bara þannig. Já. Sko, við erum að tala að þú spáir því að Álftanes vinni Njarðvík, Valur vinni Grindavík, Keflavík vinni Þorlákshöfn og Akranes vinni í Vesturbænum. Þetta gefur 9 í stuður. Tökum næsta sem mitt bett. Þetta svona aggressívasti seðill dagsins. Þú ert svona sóknarbettari. Nei, þú ert með þannig. Já, þú veist tala að þinn kemi... Já, minn aggressívastur. Þinn aggressífur, minn varnarseðill. Já, ég svona sóknar... Ég ætla að hætta að vera run and gun og ég ætla að pakka svolítið í vörn. Ég tók valsigur eins og þú. Ég tók +5 á Njarðvík, +5-5. Þannig að þeir mega tappa með alltaf 5. En ég svona held að þetta verið 50-50 leikur sem að þeir jafnvel ná að taka þarna. Þar vitna ég svolítið í, sko, þú veist, þeir eru búnir að spila, hvað var ekki vika síðan leikurinn var, cirka? Já. Þetta er alltaf splitt. Ef þeir eru svipuð lið, þá er þetta alltaf splitt. Já. Mjög erfitt að vinna sama lið 2 svar. Þetta er flott rögg. 2 leikir með stuttum millibili, alltaf splitt. Já. Og svo tek ég IR -8,5. Eða 6,5. Ég veit ekkert hver stuðullin, hvað spreddið er þegar þetta er sett saman. En ég er að fara að klára Ármann með meira en 10, er pointið mitt. Ég held að Jakob Falkó hendi Daniel og Braga mjög illa. Ég sé fyrir mér bara svona non-stop tækifæri fyrir IR sóknarlega með Falkó á móti gardunum hjá Ármenningum og mögulega verður Frosti, hann er svona þeirra besti perimeter varnarmaður en Falkó er bara of fysikal og stór fyrir hann, sko. Já. Og ég myndi bara láta kanan á hann ef ég væri Ármann, sko. Langur. Djúvill hann lélur síðastleik. En þarna Ármann verður eiginlega að vinna þann leik eða er alltaf að fara að vera með í mótinu. Þetta fer að verða súrt, sko. Já. Þú veist, En það er alltaf, þú veist, bara hvenær kemur fyrsti leikurinn? Það fer að koma að því að það bara svona fer að verða... Það fer að vera svona 0-22 líkt að þessu. Og ég veit ekki prógram hjá þeim, en þetta er IR, svo eigaði kannski Stjörnuna, Tindastóli, eitthvað Grindavík. Þannig þetta er leikur sem þeir verða að taka. Já, en svo eru þeir kannski líka að horfa í Akranesleikinn og ég veit það ekki, mögulega hvað annað, Þorlákshöfn eða eitthvað. Það verður bara svo súrt, eins og Tommi segir, þetta er komið ykkur hóla og bara svona... Nú eru þeir líka tilbúinir, sko, Kaninn fekk seint heimild, þeir bættu við öðrum bossmann og núna bara er þetta leikur 2, þeir voru fínir á móti Val og þeir voru í leik upp úr seinni hálfleik var þetta jaft. Nú eru leikur 2, allir með, lið sem að svona, þú veist, þeir 2-2 og menn spáðu sumir uppi og sumir niðri. Þannig að já, ég er sammála, en ég held að tapna Ég er ekkert með eitthvað fáröld sóknarpáur til að meiða þig, þannig að þú áttalega geta að fara með leikplan inn í þann leik og... Ég er sammála þér, það er, ef þú mætir Tindastóll mætir þeim, skilurðu, og Keflavík mætir þeim, þá geta þeir mætt með leikplan, mynda vegg á Falkó, allir hjálpa inn. Ég bara hef ekkert hjá Ármanni sýnt mér það að þeir mæti með eitthvað leikplan sem að svona misáhugalausir varnarmenn execúta og byggja einhvern Falkó vegg. Ég held að Falkó getur bara skorað annarkvort 50 stígu sem leik eða bara fundið Tomma og félaga bara non-stop í galopnum. Já, þau geta alveg komið eitthvað leikplan en leikmenn Ármanns bara geta ekki execútað þetta í úrvalsdeildinni, sko. Held ekki. Bara líkamlega einhvern veginn er alltaf tvoða lind, sko. Þessi seðill mun vinna, það er cirka 100% og hann gefur hvað, 5-földur? Nei, þessi tapast á Njarðvík. Heldur þið tapir meira en 6? Já, ég er með eitthvað, sko, tilfinningar. Ég held að Kjartan allir núna, að þeir Álftanes rífi sig í gang í þessum heimaleik. Stemning. Þeir mega tapa með 5. Heldur þið vinna með meira en 6? Ég held að ég sé alveg svona... Njarðvík jarðaði Tindastól, Álftanes tapaði á móti Skaganum, þannig að þú veist niðurstaðin er að þeir tapi þá á Álftanesi. Þetta er ekki svona, eins og þú veist, þá er þetta ekki svona klift á skorið. Já, þetta er alltaf, what have you done for me lately? Bettið er þannig. Andlega og líkanlega þreyttir hérna, nýkonum ferðarlega og beint í Njarðvík og... Já, búin að fara til Egilsstaða núna. Já. En vinna þeir Stjörnuna? Tindastóll? Já. Já, þeir Já, ég held það líka. vinna. Okay. Hendum okkur síðasta seðilinn áður en að við förum heim að borða pítsu. Já, þetta er bara sama hérna Valur,
tók Álftanes líka. Já, en ræðum Þór Þórðarson plusið sem að þú drullaðir yfir hérna í hálftíma í upphafi. Já, bara eins og þú komst svo snirtilega vel orðið á hann. Það verður þetta hetjuleg barátta. Tommy er sem sagt með tapar með 7. Valsigur, Álftanes sigur og Þór Þórðarson plus 11,5. Þetta gefur einnig 5-földun. Hetjuleg barátta. Hindileg barátta, tapa með undir 10 stigum. Já. Þú sammála þessu, Ármann? Já, ég er sammála þessu. Já. Mér finnst Jakobi Þannig ég held að þetta sé svona kannski eini... Ég veit ekki hvað mér finnst Jakobi Ross ennþá. Hann er með 32 stig í síðasta leik en samt eitthvað. Þeir eru með svolítið marga í þessu Keflavíkurliði sem geta pönkast í honum. Já. Er það ekki? Jú. Eitthvað Halldór að fara og vera leiðilegur og svo kemur eitthvað Hilmar Péturs og Kaninn og svo kemur Jaka Brodnik með svona blindside screen og svo bara eitthvað, ég vissi ekki að ég var að hryggbrjóta þennan litla Kana. Sáðu þetta ekki fyrir ykkur eða? Jú. Ég ætla að Jakobi Ross taki bara þrista, fara ekkert inn í teig. Nei, fær meira fyrir þrist. Já, líka bara hann, við bara blokkar refurinn teig eða klikkar úr skotinu. Já, ég er svo sem alveg sammála þessum seðli líka og ég ætla að taka, ég nenni ekki Álftanes sigri. Ég er svo brendur eftir hann Skagarík, sko, ég bara... Já, nú er þetta bara gut feeling. Já. Nú þetta verður alveg bounce back hjá Álftanes núna. Mér finnst eitt við Álftanes, með sóknarleikinu, mér finnst Dúi ógeðslega góður. Hann er það. Dúi finnur sér holur og allt svona. Já. En lið fara undir skrín á Dúa. Þá getur ekki rúllað. Nei. Haukur getur ekki poppað. Það þarf ekki að dekka vængina. Er Dúi ekki það góður skotmaður? Getur hann ekki bara testað í byrjun leiks sem liður frá undir að láta vaða 2-3 skot? Honum finnst bara svo gaman að fara inn í svona, hann elskar að komast einhvern veginn að vítalínunni, sko. Þetta er bara, menn ger ekki neitt. Menn bregðast ekkert að varnarlega ef Dúi, ef menn þurfa að fara undir, þá þurfa menn ekkert að rótera neinu. Bæði hann og Mörki bara ekki samt alveg nógu góður skotmenn, þannig að þeir svona, þeir eru ekki alveg nógu hittnir, sko. Mér finnst Dúi ætti að vera lykilleikmaður í Álftanesi en sem 7. maður. Já, sem 7. maður, já. Þannig þeir ættu, og þá kemur hann inn til að leysa pointin af og færi svo yfir í tvistin og spila 20 mínútur í leik en vera samt ekki starter. En mögulega endur á þannig þegar kemur point guard. Mér finnst þetta svolítið svona af hverju það er svo auðvilt að dekka Álftanesi á hálfum velli. Já. Sammála því og heldur betur var það niðurstaðan upp á Skaga með 70 stig eða eitthvað. Já. Og Grindavík líka. Já. Heyrðu, þá bara erum við góðir í dag hérna úr Myndkaup Arena. Er það ekki? Ég er búin að skipta skoðun Tomma, hann er ógeðslega flottur. Já, bara... Flottur strákur. Þú nefndir honum ekki hérna í byrjun. Nei, ég bara var með vitlausa tilfinningu gagnvart honum. Það er engan húmor fyrir þessu, sko. Hann er alveg erfiður. Með svona skrítin ára yfir. Hann vinnur svakalega vel á. Það er gott að heyra. Sástu hérna bónus extra þegar hann var úti og ég var í staðinn fyrir hann? Nei. Fór alltaf lítið fyrir sem þætti þetta mig. Það er eins og Sáp sér hann að fela hann að þátt. Já, einmitt var þetta eitthvað svoleiðis. Já, þú veist, ég bara... Og með enga klippur á vísi eða neitt. Ég veist, það er bara ótrúlegt að listin minn yfir þína verstu ákvarðanir í lífinu hafi ekki komið allstaðar í mannlíf og eitthvað. Já, einmitt. Ég er svo sem ánægður að það ekki gerst. Nei, ég mögulega bara setja í lokin á þessum þætti líka 5 verstu ákvarðanir Tomma til þess að körfubolta svona aðdáendur fáið að sjá þetta. Sá þetta ekki allir eða? Nei, enginn. Heyrðu, takk fyrir mætinguna strákar og áfram. Takk fyrir mig. Áfram Karma. It's the return of the Prince, the boss. This is real hardcore, Kid Rockin' Limp Bizkit soft. Sip crisp, get chips, risk bliss, I floss. Stick shift, look sick up in that box, the Porsche with the top cut off. Rich kids go and cop the sauce. They don't know about the blocks I'm on, and everybody wanna know where the kid go, where he rest.